Góðan daginn, gott fólk, fyrirgefið töfina, smá svona tæknilegir örðuleikar, eins og stundum gerist hjá ADHD fólki. Ágæta ráðherra og aðrir góðir gestir hér á staðnum sem á í streymi, velkomin. Október alþjóðlegur ADHD vitundarmánuður og tilgangurinn að vekja athygli á aðstæðum einstaklinga með ADHD og að venju þetta málþing ADHD samtakara loka viðburður mánaðarins á Íslandi. Yfirskriftin í ár orkuboltar og íþróttir og málþinginu ætlað að varpa ljósi á stöðu einstaklinga með ADHD í íþrótta- og tómstundastarfi. Eðli máls samkvæmt hreyfing stór hluti íþróttaiðkunar. Eins góð ástæða fyrir því að eitt best þekkta einkenni ADHD hreyfiáverkni. Hún grunnorsök ADHD sem röskun á taugaþroska í framheilastöðvum sem aftur veldur því að heili, svona eins og minn, vannýtir heilaboðefni á borð við dópamín áður en það hverfur. Öll hreyfing eykur framleiðslu dópamíns og styður þar með við eðlilega virkni í þessum heilastöðvum. Hreyfiáverkni því upphaflega ómeðvituð leið barns til að styðja við dópamínbúskapinn og því gefur augaleið að íþróttir geta gagnast vel einstaklingum með ADHD. Enda skal engan undra hversu margt afreksfólk í íþróttum með ADHD. En hvað umfjöllunarefni þessa málþings varðar þá kemur fleira til. Börn með ADHD standa frammi fyrir ýmsum áskorunum þegar litið til íþróttaiðkunar, að meðtaka fyrirmæli, vinna í stórum hópum og halda aftur að sér á réttum stöðum aðstæður sem einstaklingar með ADHD eiga oft erfitt með og geta verið hamlandi þáttur í íþróttastarfi. Því mikilvægt að þjálfarar og aðrir sem vinna með börnum með ADHD séu færum að sýna skilning og hafi þekkingu á þeim áskorunum sem börn með ADHD standa frammi fyrir. Eins reynir íþrótta- og tómstundastarf mikið á félagsverði barna með ADHD sem oft af skornum skammti. Samhliða undirbúningi á nýju námskeiði á vegum ADHD samtakara, TÍA, tómstundir, íþróttur og ADHD, sem ætlað fyrir þjálfara og aðstoðarfólk, létu samtökin framkvæma rannsókn þessu tengt á upplifun foreldra barna með ADHD. Ég hef undir höndum frumdrög að niðurstöðum sem mér þykja fyrir margra hluta sakir áhugaverðar. Svo eitthvað sé tínt til þá höfðu erfiðleikar í tengslum við íþróttaþátttöku hjá íþróttafélagi komið upp hjá rúmlega helmingi barnanna eða 53,4%, en ólíkt íþróttum höfðu ekki nema 29% barna upplifað erfiðleika í þátttöku í tómstundastarfi. Býsna há tala samt. Í skriflegum svörum kom ýmislegt fram bæði jákvætt og neikvætt. Sumt kemur nú varla á óvart. Einelti bæði á skólatíma og í þessu starfi. Góðir leiðbeinendur sem að gera gæfumuninn og svo hinir sem ekki ná til einstaklingsins eða hópsins í heild. Geta eða vangeta til að veita hverju barni athygli og stuðning á þess eigin forsendum og svo má lengi telja. Eitt les ég þó þarna milli lína og vil ítrykka hér. Þó fókusinn sé á börn með ADHD, þá muni breytt og bætt vinnubrögð eflaust gagnast fleirum, hvort heldur einstaklingum með aðrar raskanir og eða vandamál, nú það bara hreinlega öllum hópnum. Í dag ætlunin að fjalla á ýmsan máta þær áskorunir sem börn með ADHD mæta í íþróttastarfi og tómstundastarfi og hvernig hægt að koma til móts við þeirra þarfir. Innan stundar verða einnig veitt hvatningaverðlaun ADHD samtakana í fyrsta sinn. Og svo má ekki gleyma innleggi míns ágæta vinar og kollega, Gunnars Helgasonar, leikara og rithöfundi, sem auk þess að taka, brátt að mér orðið sem stjóri þessa málþings, mun kynna nýja bók sína. Ég ætla eftir að láta honum að segja nánar frá hans annars endemis ágætu skrifu. Gunni, gjörðu svo vel. Eða yfir til þín. Takk fyrir og góðan daginn og verið velkomin á þetta málþing. Þið eru með dagskrána fyrir framan ykkur. Það eitt blað á hverju borði, þið getið kíkt á þetta. Ég gleymdi mínu blaði náttúrulega á borðinu. Það má halda margir að ég sé með ADHD en ég held ekki sjálfur. Það hefur búið að vera ótrúlega fræðandi að kynna sér málefni ADHD sem við þurfum að gera náttúrulega við að skrifa þessa bók, en við tölum bara meira um það. Og eftir
Ég ætlaði bara að segja ykkur frá því að kaffi hér klukkan korter í 3 ef þið þurfum að pissa eða langar í kaffi eða eitthvað svoleiðis. Við ætlum bara að fara beint í ávarp menntamálaráðherra Lilju Daggar Alfreðsdóttur. Gjörðu svo vel. Ágætu þáttakendur í þessu málþingi, það mér mikill heiður að fá að ávarpa það og mér finnst líka svo mikilvægt að við séum einmitt að setja fókus á íþróttir og ADHD og hvernig einhvern veginn hægt að vinna með þetta áfram. Og mér langaði svona aðeins í upphafi að segja ykkur frá hérna að mennta- og menningarmálaráðuneytið að taka þátt í verkefni í Vestmannaeyjum sem heitir Kveikjum neistann. Og það sem verið að gera þar verið að tvinna saman íþróttir og bóklegt nám með svona markvissari hætti en áður. Jafnvel að hafa íþróttina fyrir í stundaskránni og gera þetta þannig að jafnvel að börnin séu búin að fá svona ákveðna útrás áður en þau fara í stærðfræði eða lestur eða eitthvað slíkt. Og þetta bara mjög spennandi tilraunaverkefni. Við erum að tala tilraun í 10 ár og þarna á að mæla núna mjög markvisst hverjar hafa verið framfarinar í lestri, stærðfræði og tengja þetta allt saman. Þannig að þetta tengir svolítið þessu og ég ekki nokkrum vafa að þetta geti nýst mjög vel ADHD börnum. En nema hvað, eins og þið þekkið til Vestmannaeyja, það var auðvitað boðið upp á einhverja skemmtun og einn af mínum uppáhalds tónlistarmönnum var að skemmta okkur og hann hefur mál sitt á því að hann segist vera með AC/DC og segir að hann segist telja að þetta tilraunaverkefni okkar sé svo mikilvægt vegna þess að hann sé auðvitað með ADHD en að hann hafði átt í mjög miklum erfiðleikum bara að segja þetta í þessari röð vegna þess að þetta var allt svo svona á fleygiferð og hann algjörlega ofvirkur sem barn en hann fann sig einmitt í tónlistinni og fékk mjög mikla útrás í henni og þetta hann Júníus okkar Meyvant. Þannig að mér fannst ágætt að byrja þetta svolítið á þessum nótum að segja líka að það eru tækifæri í öllu og ég mjög ánægð með að Vestmannaeyjar séu einmitt að fara þessa leið, að pröfa þetta og athuga hvernig þetta virkar og þetta á svo sannarlega við þetta málþing og ég beinið til ykkar samtaka að þetta geti verið áhugavert að fylgjast svolítið vel með þessu út frá þá greiningum barna og hver séu svona næstu skrefin. Og það sem ég til að sé sem hafi eitt af því sem hefur verið mjög jákvætt varðandi ADHD að skilningur að aukast og svona vitundar mánuður eins og þið eru með og reyndar að enda hér í dag eins og ég skil það. Hann svo mikilvægur upp á það að auka þennan samfélagslega stuðning að því við þurfum hann til þess að opna augu fólks og að við getum þá fundið leiðir til þess að aðstoða og horfa þá á styrkleika viðkomandi barna og einstaklinga. Og það sem við höfum verið að gera núna á síðustu árum, þá hefur skólakerfið og þjónusta skóla verið þróuð til þess að taka betur á móti þörfum þeirra sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Og það von mín með nýrri menntastefnu sem samþykkt hefur verið á Alþingi að það verði enn betur unnið með einstaklinga með sérþarfir innan skólakerfisins og þessi nýja menntastefna hún tekur mið af því hvernig menntun styrkir, hvernig hún verndar og svona eykur allan svona viðnámsþrótt barna og ungs fólks. Og markmiðið að við séum með framúrskarandi menntun í umhverfi þar sem allir geta lært og allir skipta máli. Og af hverju erum við að setja þetta svona í menntastefnu, allir geta lært og allir skipta máli? Við erum öll sammála þessu en það að við séum komið með þetta inn í stefnu og að Alþingi sé búin að samþykkja þetta, það veitir ákveðinn stuðning líka fyrir alla sem þurfa á því að halda. Og eitt af því sem við höfum verið að leggja ofur áherslu á núna varðandi menntamálin og alla félagsþjónustu, það þessi snembæri stuðningur að koma inn í líf barna miklu fyrr og tvinna saman leik og grunnskóla með markvissari hætti en við höfum verið að gera áður. Og eitt af þeim menntakerfum sem við lítum svolítið upp til einmitt finnska menntakerfið
og ég bar saman bara fjárhagsstuðning eða svona hvernig kerfin eru á Íslandi og í Finnlandi og eitt af því sem Finnarnir gera, þeir koma með, hann er miklu framhlaðnari stuðningurinn. Að það er verið að börnin eru að fá aðstoð, þú veist, 5, 6, 7 ára í stað þess að vera 12, 13, 14 og 15 ára. Það er miklu erfiðara að vinna þá með viðkomandi barni. Og þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem eigi mjög vel við það sem við erum að fást við í dag og beini þessu aftur bæði varðandi tilraunaverkefnið og það hvernig þessi úrræði hafi verið að þróast í gegnum tíðina. En alveg svo hefur komið hérna fram að það hafa auðvitað margir einstaklingar með ADHD, þegar ég segi ACDC, en fundi sér einmitt farveg í íþróttum og íþróttastarfi. Og það er mjög mikilvægt að íþróttir og íþróttastarf sé áfram vettvangur þar sem ólíkir einstaklingar geta fundið sínum áhuga farveg. Börn og ungu fólki þarf sérstaklega að okkur sé gert kleift að nýta styrkleikana í íþróttastarfinu og njóta leið góðs af þeim fjölmörgu jákvæðu, líkamlegu og andlegu eiginleikum sem þáttaka í íþrótta- og tómstundastarfi fylgja. Og það er alveg ljóst að hér á Íslandi er umgjörðin mjög góð og við viljum auðvitað styrkja hana enn frekar og styðja við frjálsfélagasamtök með öflugum leiðtogum og þjálfurum. Og talandi stefnur, við erum auðvitað líka búin að gera stefnu íþróttamál til ársins 2030 og þið kunnið þetta örugglega allt utanbókar, nettgrín hérna, en hún einmitt auðvitað líka, þú veist, við erum að setja stefnu til þess að setja okkur þessi markmið að fá sem flesta að íþróttastarfi og eitt af því sem hefur gengið mjög vel á Íslandi það þessi mikla þáttaka í íþróttastarfi og við þurfum bara að finna leiðir til þess að auka það enn frekar. Ég hef mjög mikla trú á allri þessari hreyfingu og sé einmitt sérstaklega góð þar sem við þurfum að vera fást við ákveðnar áskoranir. Og ég sé það auðvitað og kynnt mér auðvitað starf ADHD samtakana að það auðvitað unnið hér gríðarlega gott og mikilvægt starf. Þannig að ég vil hvetja ykkur áfram í öllum ykkar störfum að halda áfram með þessa vitundavakningu, tala það hvar við getum stutt frekar við börn, litið á styrkleikana og bara gefast líka aldrei upp. Og eitt af svona gildunum í menntastefnunni er hugrekki og þrautseigja og þessi gildi eiga svo sannarlega við alla þá sem þurfa að fást við ákveðnar áskoranir. Þannig að ég bara óska okkur öllum góðs gengis, við höldum áfram í þessari vegferð og ég dáist verulega því sem þið eru að gera dagsdaglega. Takk fyrir. Þá komið að hvatningarverðlaununum, en fyrst á að afhenda menntamálaráðherra blóm. Þetta til þín. Ég gleymdi náttúrulega að segja það að allir ræðumenn eru beðnir að hingra hérna þá til að fá blómvöndin sinn. Fá allir blóma, þetta eru svo góð samtök. Já, en nú allir vilja stýra hvatningarverðlauna afhendingunni. Villi, gjörðu það svo vel. Þeirri fyrstu. Þakka þér fyrir. Lilja, þér til hugreistingar þá hef ég haldið ansi marga fyrirlestra um ADHD. Ég segi nú eða ADHD en ég get alveg fullvissað það á sumum glærum eða slæðum var stafröðin ekki alltaf rétt. Kannski ekki ACDC en kemur fyrir bestu bæjum. Hvatningarverðlaun ADHD samtakana hafa verið í bígerð nokkurn skeið enda löngu kominn tíma á að varpa ljósi á margt af því góða starfi tengt ADHD sem unnið eru víða hér land af einstaklingum, læriðum sem leikum, hópum, fyrirtækjum og stofnunum. Hafandi litið víðan völl kom stjórn ADHD samtakana að samhljóða niðurstöðu. Hvatningarverðlaun ADHD samtakana 2021 hlýtur Urður Njarðvík, prófessor við Háskóla Íslands. Nú hefst hinn langi lestur og upptalning. Urður lauk BA-prófi í sálfræði frá Háskóla Íslands, tiltu bara niður, ég læti vita. 1993, meistaragráði í klínískri barnasálfræði við Louisiana State University 97 og doktorsprófi frá sama skóla árið 2000. Hún lauk jafnframt kandidatsári í klínískri barnasálfræði frá Johns Hopkins University Medical School árið 2000. Að loknu námi starfaði Urður sem sálfræðingur á barna- og unglingadeild Landspítalans eða BUGL, þar sem hún kynntist vel börnum og foreldrum með ADHD, þar sem börnum með ADHD og foreldrum þeirra.
Samhliða starfi sínu á BUGL var Urður stundakennari við Háskóla Íslands. Hún var síðar ráðin lektor við sálfræðideild árið 2008, dósent 2013 og prófessor 2019. Allt rannsóknarstarf Urðar á sviði ADHD beinist að því að bæta hag barna og fólks með ADHD. Leiða í ljós hvernig ADHD tengist öðrum geðrænum vanda og hegðun. Benda á atriði sem leita þarf eftir þegar greiningar eru gerðar og finna bestu stuðnings- og meðferðarleiðir. Rannsóknir Urðar hafa meðal annars beinst að kvíða hjá börnum og leitt í ljós að börn með ADHD eru sérstaklega útsett fyrir kvíða. Urður því félögum í ADHD-samtökunum að góðu kunnu og hefur margsinnis haldið fyrirlestra á vegum samtakanna, á málþingum og námskeiðum. Hún hefur verið óþreytandi að fræða bæði fagfólk og almenning ADHD og auka þannig skilning á ADHD og þörfum fólks með ADHD, einkum barna með ADHD og vinna þannig gegn fordómum tengdum ADHD. Það er gott ég segi ekki að sitja sé. Urður hefur meðal annars beint sjónum sínum að þyngdarvanda barna, einhverfu og ADHD og fleiri fylgiröskunum og þá ekki síst, eins og ég sagði, kvíða og þunglyndi. 2018 hélt Urður fyrirlestur á málþingi samtakanna rannsóknir sínar sem leiddu skýrt í ljós samspil kvíða og hegðunarvanda. Til dæmis að sé barn kvíðið yfir að opinbera eigin veikleika, sé eina leiðin sem barnið sér út úr þessum vanda er mótþrói. Þetta verður að vítahring sem að enda getur í félagslegri jaðarsetningu. Jafnframt hefur Urður sýnt fram á að kvíði meðal drengja með ADHD er mun algengari en talið hefur verið, sem gæti líklega skýrt að talsverðu leyti hve mótþrói er algengur meðal drengja. Þessi sýna mótþróa barna getur gjörbreytt viðhorfi til barna með erfiða hegðun. Til að bregðast þeim mótþróunum er ekki rétta leiðin að refsa, heldur hughreysta, hvetja og hjálpa. Þá verður að nefna nýja rannsókn Urðar sem hún kynnti í fyrirlestrinum með storminn í fangið, áhrif samkomubanns á líðan barna með ADHD og foreldra þeirra. Þar varpaði Urður ljósi á samkomubannið að það hafi haft afar neikvæð áhrif á líðan barna með ADHD sem og þeirra fjölskyldur. Tilfinningavandi, kvíði og depurðareinkenni barna jukust marktækt og mældust yfir 50%. Sama var með líðan foreldra þeirra. Þessi börn og fjölskyldu þeirra munu þurfa á verulegri aðstoð að halda á komandi mánuðum og árum sem þýðir ef að líkum lætur auknar áskoranir fyrir ADHD-samtökin og reyndar samfélagið allt. Urður Njarðvík, þú ert svo sannarlega vel að þessu viðurkenningu komin og nú vil ég biðja háttvirta ráðherra, Lilju Alfreðsdóttur eða Lilju Dögg Alfreðsdóttur fyrir hönd ADHD-samtakanna að afhenda þér heiðursskjal þessu til staðfestingar ásamt listaverki eftir Tolla sem listamaðurinn lagði til í tilefni af þessari fyrstu hvatningaverðlauna ADHD-samtakanna. Já, var með. Komið aðeins fram. Aðeins frá. Ég verður þessu stóru og færum. Takk kærlega fyrir. Ég fekk leyfi til að segja nokkur orð. Ég ætla að hafa það mjög stutt af því að röddin er algjörlega að svíkja mig. Ekkert COVID samt, þannig að það stafar engum hætta af þessari hásurrödd. Ég var svo hissa og er svo hrærð yfir þessari viðurkenningu sem að samtökin eru að veita mér hér í dag og í þessu felst alveg ótrúleg hvatning til að halda áfram góðum og mikilvægum verkefnum sem ég mun svo sannarlega gera. Ég hef átt ákaflega dýrmætt samband við ADHD-samtökin í langan tíma
og þau hafa stutt dyggilega við vísindarannsóknir á Íslandi, alltaf vilja að fá nýjustu niðurstöður inn á sín málþing, sýnt þeim áhuga og til dæmis aðstoða mig margoft við að afla þáttakenda í rannsóknum sem eru jú nauðsynlegir til þess að við getum búið til nýja þekkingu. Ég kynntist ADHD í Bandaríkjunum og það má eiginlega segja að það hafi verið ást við fyrstu sýn. Þetta er ótrúlega heillandi kvilli, margslungin og flókin og það eru börnin sjálf sem hafa gefið mér allar hugmyndir af rannsóknum sem ég vinna að og eins og þú komst inn á hérna áðan, þá það líðan þeirra sem skiptir mér mestu máli og ég held að sé meginverkefni þegar barn greinist með ADHD að koma í veg fyrir þróun annarra fylgikvilla. Það er alveg nóg að fæðast með ADHD og glíma við það en að þurfa að takast á við kvíðaraskanir og þunglyndi til viðbótar er algjör óþarfi og við getum komið í veg fyrir það. Rannsóknir sýna að þér virðist að þessar raskanir eru að byrja að myndast í kringum 8 ára. Þannig að tíminn fram að svona 3., 4., 5. bekk er gríðarlega dýrmætur, snemmtak íhlutun og ég gleðst mjög yfir þessu verkefni hér því að íþróttir og tómstundastarf eru jú eini mest verndandi þættir í lífi barna sem við þekkjum. Það sem er í pípunum hjá mér núna er að kortleggja á alheimsvísu með erlendum samstarfsfólki raunverulega tíðni fylgikvilla í ýmsum löndum og aldursbilið, hvenær þeir eru að koma fram. Okkur vantar svona allsherjar greiningu á þessum efnum og svo er ég með grein sem er að koma út mjög stutt inngrip sem er fyrir börn bara í 2. og 3. bekk þar sem ég fór inn í íslenska skóla í bara 6 vikur og kenndi þeim tilfinningastjórnun, reyndi að efla sjálfsmynd og reyndi bara að efla færni þeirra almennt til að takast á við mótlæti og það virðist bera árangur þannig að þarna er komin einhver vísir að snemmtaka íhlutun. Ég ætla bara að halda ótrúlega áfram og þakka kærlega fyrir þessa hvatningu og ég hvet samtökin til að halda áfram að skapa pláss fyrir vísindi. Þannig sköpum við í þessu samtali betri lífsgæði fyrir fólk með ADHD og það er algjörlega nauðsynlegt að þetta samtal haldi áfram og sé virt því að fólk sem vinnur með fólki með ADHD þarf að fylgjast með. Þetta er einn mest rannsakaðasti kvilli í öllum heiminum. Það birtast 100 vísindagreinar um ADHD hver einasta ári. Þannig að þau sem að veita þjónustu til barna og fullorðinna einstaklinga með ADHD þurfa að vera duglega að fylgjast með. Þekkingunni fleytir mjög hratt fram og við erum sífellt að komast að betri og betri niðurstöðum hvernig við getum aðstoðað og bætt lífsgæði fólks. Þannig að áfram ADHD samtökin og ég mun gera mitt til að auka þekkinguna og takk kærlega fyrir mig. Já, þetta er glæsilegt. Þá fáum við fyrsta erindið, en áður en við fáum fyrsta erindið þá ætlum ég að sýna hérna eitt. Við erum með svona klukku, sko. Sjáðu, og þetta fer svona, ef þið fáið hálftíma og svo fer þetta stað, sko, og svo minnkar þetta og minnkar. Bara fyrir þá sem er að halda erindin, sko. Já, og svo hérna, Örður, ég fæ kannski að tala við því í vor þegar ég skrifa framhaldi af bókinni. Ég talaði við rosalega marga foreldra, en nú vantar mig aðeins fræðilega hlutan. Í lokin á hverju erindi, ef það er tími, þá er hægt að opna fyrir 1, 2, 3 spurningar án þess að fara beint út í einhverjar umræður. Þá mun hún Árdís hlaupa á milli með hljóðnemann. En við skulum bara, já, ég held að þetta sé bara komið, við ætlum að fá erindi frá 10. tómstundir, íþróttir og ADHD, Bóas Valþórsson, sálfræðingur, Menntaskólanum Hamrahlíð. Gjörið svo vel. Góðan daginn, gaman að sjá okkur og til hamingju. Já, ég heiti Bóas Valþórsson, ég er sálfræðingur og hef verið að vinna með börnum með ADHD síðan ég man eftir mér. Vinir mínir voru margir með ADHD, þá hét það bara að vera óþekkur og með vesen. Og svo fór ég að vinna sem ráðgjafi í félagsmiðstöðum og fór að starfa með börnum og vann á barna- og unglingageðdeild og
vinn í menntaskólanum við Hamrahlíð og mér finnst maður svona hafa séð svona svolítið breiddina í því hvernig ADHD er að hafa áhrif á börn frá unga aldri fram á fullorðinsár og séð vini mína takast á við lífið sem hafa verið með ADHD misjafnlega greint og haft alls kyns áhrif. En mér langaði að byrja með að fara með ykkur í smá ferðalag út á land og aðeins aftur í tímann. En það eru 15 ár síðan ég bankaði upp á skrifstofunni á ADHD-samtökunum og fundaði með Ingibjörgu Karlsdóttur þá framkvæmdastjóra með hugmynd að vera með sumarbúðir fyrir stráka með ADHD. Og ég starfaði aðeins með KFM og skógamönnum í Vatnaskógi og þar höfum við í okkar starfi þar með börn og drengi aðalega verið svolítið að lenda í því að það væri töluverð áskorun þegar við erum með 100 stráka og það eru 10-15 sem eru með ADHD kannski, að mæta þeirra þörfum. Koma móts við þær þarfir og þær aðstæður sem þeir voru í og hvernig að hefðbundi starf í sumarbúðunum sem er búin að starfandi í 10 ára og sérstaklega aðlagaðar að drengjum og þeirra áhugasviði, þær hentuðu ekki öllum. Þannig við komum á fund upp á Hálegsbraut og svona við vorum með hugmynd. Það var reyndar vesenni, við vorum ekki bara með hugmynd, við vorum búin að fá styrk, þannig við vorum með hugmynd og pening. Og við vissum ekki alveg hvað við áttum að gera. En okkur fannst hugmyndin góð. Hvernig getum við mætt þessum drengjum? Og eins og þið sjáið á svæðinu upp í Vatnaskógi, þá er það tómstundarsvæði með miklu íþróttavelli, fótboltavöllur og frjálsíþrótta aðstæða, bátafjör og íþróttahús. Þannig að töluvert mikið af sumarbúðunum, þó að þetta séu kristilegar sumarbúðir, ganga út á hreyfingu, íþróttamót, íþróttaþátttöku og þess háttar. En það voru ýmislegt sem okkur kom, og við kannski héldum, kannski voru við smá grænir og kannski svolítið fullur af bjartsýni, við heldum kannski kæmu því umræðunum þegar við vorum svona að leika okkur með þetta, það myndu koma 50 ofvirkir strákar fullir á fjöru og við myndum bara láta á hlaupa og æfa og labba á fjall og spila fótbolta og bara dúndurinn í gang og gera alltaf hratt og við gerðum alls konar tilfærslur. Við höfum fleira starfsfólk, við heldum sérstök námskeið og undirbyggum okkur mjög vel. Við einfölduðum dagskrána, við höfum alls konar svigrúm og alls konar reyndum að breyta upp á ákveðnum nýjungum og breytingum. Og svo kom að við vorum mættir upp í Vatnaskóg og eftir hádegi fótbolti. Og venjulega er þannig að það er fótbolti, þá mæta allir, það er svo gaman. Þá mættu 2 eða 3. Ok, var það athyglisbresturinn að þið bara voru búin að gleyma því að það var búið að segja að vera fótbolti? Eða var það að þeim langaði ekki fótbolta? Og ég held að það hefur verið niðurstaðan því við tjekkum á svona okkur reglulega fyrst til að byrja með, að það var bara lítill áhugi þegar á þessum hópi að fara í eitthvað svona íþrótt sem að þeir voru búin að lenda í árekstrum í skólanum í tengslum við, skiljiði. Það kom líka okkur á óvart, og svo á ekki svona kannski kom mann á óvart, en þetta blasir svo við manni þegar maður eyðir heilli viku með drengjum. Það er svo auðvelt að vera svona virðulegur sálfræðingur út í bæ og hitta fólk bara á fundum og takk og bless gangi vel. En þegar maður er vakinn og sofinn með svona krökkum, vaknar klukkan 7 á morgnana og fer að svæfa þau seint á kvöldin, þá upplifir maður áskoranir þeirra svo áþreifanlega að þessi strákar upp til hópa voru í lélugu líkamlegu formi, voru lítið að æfa íþróttir, áttu fáa vini, ef nokkra, og fannst ekki gaman að vera í keppni. Mér fannst það áhugavert. Eyddu öllum deginum kannski niður á bátum, að busla, þvælast og vesenast, tínast út í skógi. Við keyptum 10.000 perlur og þær kláruðust á öðrum degi. Þetta hefði enginn trúað. Þeir sátu og dundu sér. Dundu sér 10 mínútur, hlupu í burtu, kom aftur, héldu áfram. Vorum með listasmiðju þar sem við vildum mála og hafa það rólegt og fá að búa eitthvað til. Og íþróttir og keppni var einhvern veginn ekki á þeirra forgangslista. Mér finnst áhugavert og þetta líkamlegt úthald og form var vantaði svolítið upp á. Og við vanmátum til dæmis hversu viðkvæmir þessi drengir eru. Hversu sterkar tilfinningar þeir voru með, hvernig þeir báru tilfinningarnar utan á sér, heimþrá, einlægni, hlátur og grátur, allt á sama klukktímanum. Strákar lenda í slagsmálum,
takast í hendur og eru komnir í heita pottinn og hlæjandi eftir korter. Skiljið, bara, einlægni á fullu gasi og rosalega skemmtilegt. Og við fórum í svona tölverða sjálfskoðun með þetta og við til dæmis á sínum tíma þá fengum við 2 íþróttanema frá Laugarvatni og íþróttaskólann þar til að koma og taka út íþróttastarfið í flokknum til þess að skipuleggja það og ramma það inn þannig að það myndi nýtast þessum drengjum sem betur. Við okkar reynsla var að það er mjög vel hægt að koma á mót sér þarfir barna með ADHD, jafnvel þó að aðstæðurnar séu flóknar, þó að umfangið sé ólíkt hefðbundnu skólaumhverfi eins og sumarbúðir eru og það sé mikilvægt að skapa góðar aðstæður en það krefst líka þekkingar og skilnings og virðingar fyrir viðfangsefninu og að leiðarljósi sé ofboðslega dýrmætt að hafa svona jákvætt viðhorf og umburðarlyndi, skilning fyrir því að við séum ólík. Það er ekkert endilega slæmt að vera fjörugur, það er hins vegar erfitt að vera ofvirkur og félagsfærni barna getur á þessum aldri, þetta voru með 10-12 ára börn, var oft þeir voru á mjög misjöfnum stað og það var kannski líka einn af stóru lærdómunum sem ég tók með á sín tíma var það að maður með 55 stráka og 55 eintök af ADHD. Og það einstaklingsmunurinn og breytileikinn, það voru strákar þarna inn á milli, auðvitað, jafnvel stór hópur, ég áttaði mig kannski ekki á því, sem hefðu alveg geta verið í hefðbundnum flokki, voru með greiningu, voru á lyfjameðferð sem virkaði og voru færir í flestan sjó með þeim stuðningi sem þeir voru að fást við. Aðrir voru á mun erfiðari stað þar sem þurftu miklu meiri stuðning og skilning og jafnvel stuðning mörgum sinnum á dag. Þetta var mér mjög lærdómsríkt. Ég er ekki með doktorspróf eins og Urður en ég segi stundum að þarna hef ég tekið doktorspróf í ADHD að vera vakinn og sofinn í 7 daga vikunnar með þessum drengjum í 6 ár. Það var alveg stórkostleg reynsla. Það sem við höfðum þegar við vorum að reyna að byggja sumarbúðastarfi þarna eins og kannski núna við erum að reyna að velta upp fyrir íþróttafélög, hvernig á maður að bera sig að? Og við höfðum svo sem ekkert neitt manúal það, hvernig á að gera sumarbúðir fyrir ADHD. Það var einhverjar greinar sem við gátum fundið og eitthvað svona haft til hliðsjónar. En við gátum haft svona til hliðsjónar úrræði sem ráðlög eru fyrir börn í grunnskóla og reyndum að taka þessar ráðleggingar sem eru hugsaðar inn í skólastofuna og varpaði inn í þær aðstæður sem við vorum með. Aðlaga þær og útfæra þær að þeim raunveruleika sem sumarbúðastarfið gat nýtt sér. Svigrúm var eitt atriði. Við slepptum því að taka suma slagi. Nei, þeir þurftu ekki að raða skónum sínum þegar þeir komu í mat. Þeim var bara sparkað út í horn og svo myndaði svona skórúa og svo var bara ævintýri fyrir þá að reyna að finna út í því hvað minn skór. Ég er ekki svangur núna, allt eða ekki borða núna. Og svo 5 mínútur seinna, ég er svangur núna. Nei, maturinn var að klárast en komdu samt bak við að fóra að borða. Skiljiði. Horfa á styrkleikana þeirra, leiða þá saman og styðja þá. Þetta voru svona, hafa skýra reglur, hafa valmöguleika. Við reyndum að stuðla því að það væri alltaf hægt að velja á milli nokkurra þátta. Það mátti byrja hvenær sem það mátti hætta hvenær sem og vorum ekki elta ólar við of mörg smáatriði. En við vorum auðvitað ekki að reyna að ala það upp, við vorum ekki að reyna að búa til betri sumarbústaðarstarfsmenn eða ræta þá af einhverju þekkingu eða námi eins og í skólum. Þetta var sumardvöl sem átti að vera skemmtileg og upplíkandi. Við fengum sumarstráka ár eftir ár og í nokkur skipti þá enduðu þeir nú sem svona hálflaunaðir starfsmenn þegar voru komnir á unglingsárin og vildu endilega fá að koma aftur. Þá var bara, já, þá voru þú bara bátafóringi. Þú sérðum að búa til stuttmyndina eða eitthvað þess þar. Það var stórkostlegt. Börn eru með misjafnar þarfir. Við sjáum í könnunum á líðan barna og unglinga að þeim virðast að einhverju leyti vanlíðan einkenni og kvíðaeinkenni í samfélaginu vera aukast. Við erum meira meðvituð líðan og upplifun og hegðun og bresti. En heilt yfir þá hefur þetta skapalón sem við sjáum hérna fyrir framan okkur verið haft til hliðsjónar þegar verið að svona reyna átta sig á því umfang þeirra þjónustu sem börn þurfa að fá svona meðan þau eru á barnsaldri. Stærstu hluti barna
þarf ekki stuðning með neinum sérstökum úrræðum. Heldur getur nýtt sér ráðgjöf foreldra, vina, kennara og svona þeirra almennu þjónustu sem í boði, þjálfara, komist í gegnum og tekist á við sínar áskoranir og það mótlæti sem kemur til. Á meðan það þarna lengst til vinstri hópur 25% sem almennt séð krefst töluvert þarf mikinn stuðning og mikla aðstoð í sínu umhverfi. Mannin með sér í skólanum, það þarf að huga við erum kannski velta fyrir okkur einhverjum umfangsmeiri greiningum með blandaðan vanda, þroskaskerðingar og fatlanir og eitthvað þess háttar. En svo líka stór hópur, 12–15% sem svona getur nýtt sér og þarf á skemmri þjónustu í skemmri tíma á halda sem þeim samt mjög mikilvægur til þess að vinda ofan af og styðja þau að takast á við sín verkefnin út frá sínum styrkleikum. Vesenið sem við erum oft að glíma við í okkar samfélagi einhverju leyti og maður vill alltaf eiga meira og meira samtali stjórnmálamenn í kringu það þetta að við erum oft ekki að ná að grípa þessi 2–5 eða 10 til. Við erum ekki ná að veita þjónustu fyrir öll þessi börn. Úrræðin eru á skornum skammti allt og tíðum. Biðlistamenning og niðurskurður bitnar á börnum. Við vitum að þetta eru tölurnar. Þær hafa ekkert breyst í 20–30 ár. Og en biðlistarnir eru við það sama en þetta fer ekkert á milli árganga. Það bara einhvers staðar á milli, fræðimenn eitthvað aðeins ósammála eitthvað svona 7–8–9% af börnum sem greinast með ADHD. Það bara skiptir engu máli hvað við erum að tala um. Það bara fjöldinn sem þarf að fá þjónustu með einhverjum hætti. En börn með ADHD eru ekki öll eins. Og eins og við varum að segja áðan, þá líka mikilvægt að hafa í huga að börn með ADHD geta verið með mikið vægt og mikið ADHD sem truflar þeirra líf og þeirra tómstundastarf og íþróttastarf og nám misjafnlega mikið. Og þegar ég sem þjálfari eða kennari eða foreldri reyna að átta mig á barninu mínu, þá ef við tökum bara svona barnahóp, ég með 100 börn eða 50 börn, algengt á fótboltaæfingum niðri í Þrótti, svo þú veist Gunni, 50–70 strákar á einn æfingu, mikið fjör og þar getur verið til dæmis þessi 2 drengir. Annar með mikið ADHD meðan hinn ekki með neitt. Hegðun þeirra eins og svart og hvítt, framkomu þeirra þáttaka skilningur. Það þarf bara að segja einu sinni við þennan nemanda en það þarf að segja það 10 sinnum við þennan Af hverju heyrir hann ekki? Ég er búinn að segja þetta 100 sinnum. Þá þetta með athyglisbrest og ofvirkni og með hugan annars staðar. Ég tala við strákum daginn sem einmitt æfi Þrótti, búinn að æfi 10 ár, stendur sem mjög vel. Aldrei heyrt hvað þjálfarinn að segja. Stendur hana, 40 strákar, svona svipað hópur og þjálfarinn út á velli vindur, rigning og einhver að pikka og pota þarna og þið að segja eitthvað og ég að horfa fugl og flugvél og þjálfarinn bara þá eru keilur þarna og svo hlaupa þarna og sendingar þarna og færa þið 4 síðan í markið þarna og skotið. Svo stendur hann bara, búinn að gera í 10 ár, hann fekk greiningu síðasta ári. Ég ætla að elta strákana. Ég ætla ekki að vera fyrstur og ég ætla að sjá hvað þeir gera. Hann meðtók aldrei, hann hélt að allir væri svona. Aldrei átti að sjá því að þetta væri eitthvað óvenjulegt. Hann var búinn að bara venja sig á það. Ég finn út úr þessu. Hann leið og sá það að hlaupa þarna og gera svona keilur, þá bara við sáum hvað það var. Oft gert það, ekkert mál. Skjóta mark, ekkert mál. Ég bara myndi ekki í hvaða röð eða hvernig. Þannig að þetta getur verið svolítið ólíkt. Ég heiti foreldri síðustu viku þar sem sonur hætti í fimleikum, afburðamaður. Út af því að á fimleikaæfingum snúast víst að mér skilst mikið út af það að vera í biðröð. Hann vildi bara gera. Action, ekki bíða. Það bara fekk ekki neitt út úr því að vera þarna. En afburðar hæfileikar, aðstæðurnar ekki aðstæðurnar einstaklingunum mötsuðu ekki eins mikið saman. Svo getum við verið með krakka sem eru með ADHD, sem eru, bæði með ADHD en ofboðslega ólík. Og mjög ólíkt spennustig, ólíkar áskoranir og þarna eru við aftur að sýna sveigjanleika og skilning að við erum ekki öll eins. Og svo getum við líka verið með barn sem og það oft vandamáli sem við lendum í skólakerfinu og við sem foreldrar og við sem erum vinna með börnum,
er að við erum oft líka með 4 börn sem eru krefjandi og þurfa svigrúm, en það heitir ekki neitt. Skiljið. Það er líka, það þarf ekki að vera greining þó að barn taki pláss. Börn eiga ekki að vera myndastuttur. Og þau eiga ekki að kunna, þau eru að læra. Og þetta eru svona ákveðin bara svona fræ sem ég er að henda upp sem ég held að sé mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að nálgast börn. Og sérstaklega í tómstundum og íþróttum þar sem aðstæður eru ofta ekki alveg svona perfect, skiljið. Það er ekkert alveg perfect að reyna að koma skilaboðum til 70 barna, ég er einn þjálfari út í vindi og rigningu. Það er ekkert auðvelt endilega. En eins og við segjum í meðferð við ADHD, þá er þetta svona oft hort inn í þetta að reyna að auka skilning. Það er hægt í einhverjum tilfellum að fá lyfjameðferð og mjög algengt að nýta sér lyfjameðferð í meðferð við ADHD, en líka námskeið og þjálfun í félagsfærni og stuðningi, bæði fyrir barn, foreldra og starfsfólk sem vinnur með börnum. Og við höfum kannski svolítið verið að hafa af því áhyggjur að þetta vanti kannski aðeins upp á íþróttahreyfingunni sem er að gera marga góða hluti, og að þjálfurum og því fólki sem kemur að starfi barna í íþrótt- og tómstundastarfi vanti stundum upp á þessa fræðslu og þessa þekkingu á stöðum barna með ADHD. Ég horfi nú yfir hópinn og sé að hér er nú annar hver maður vel meðvitaður hvað er ADHD og hvernig hlutinni ganga fyrir sig. Ég ætla bara svona rétt að hlaupa yfir þetta, að því að svo að við séum öll á sömu blaðsíðu, allir séum því við erum ekki öll með sama bakgrunn. En ég meina ADHD viðurkennd taugaþroskaröskun birtist á barnsaldri en helst hjá mörgum hverjum fram á fullorðinsár, þó auðvitað vandinn breytist á fullorðinsárum. Í mörgum tilfellum nær fólk betri tökum á að ýmsum þáttum daglegs lífs. En eins og menntaskólakrakkarnir sem ég tala við, þau lýsa ADHD-inu sínu rosalega ólíkt en grunnskólakrakkarnir sem ég tala við. Þau lýsa ofvirkum heila, brjálæðislega mikið af hugsunum, tilfinningar út allt og svona sveiflukendri líðan frekar en einhverju líkamlegri ofvirkni. Það er líka umræðefni sem við þurfum að velta fyrir okkur hvernig við nálgast. Þó að þessi lykileinkenni séu athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi, þá koma áhrifin fram með ýmsum hætti, skipulagsfærni, lélugu tímaskyni, tilfinningastjórnun, félagsfærni og samskiptum, en í misjöfnum skömmtum og misjöfnum útgáfum allt eftir einstaklingum og auðvitað eftir þeim styrkleikum sem eru hjá þeim. Og þetta eru svona dæmi þær áskoranir sem við sjáum. Og það getur auðvitað verið erfitt að vera barn og alast upp við þessar áskoranir. Og maður hefur séð rannsóknir sem til dæmis benda á það að umhverfið barna er mjög næmt á börn með ADHD. Börn með ADHD eru meira skömmuð en önnur börn af kennurum, þjálfurum, foreldrum vina sína. Vinir, jafnaldrar þeirra finna powerið oft í þessum krökkum og finna fyrir félagsfernin ef hana vantar eitthvað upp á, og þau einangrast oft á tíðum og eiga oft fáa vini. Þeim vantar oft stað til að tilheyra og til þess þurfa þau stuðning. Og það er ekkert lítið merkilegt að geta veitt þessum krökkum stuðning því að styrkleikarnir og eiginleikarnir, gleðin, powerið, er þarna svo áberandi. Ef maður hefur orku og áhuga að taka eftir því og leita því og sjá það, þá eru þarna oft framúrskarandi einstaklingar á mjög mörgum sviðum. Við eigum ekki öll að vera litli kassar og passa öll í sama Excel-skjalið. Við segjum þetta alltaf svona og hlægjum að þessu litla kassalægi og það er alls konar, en svo er kerfin okkar kannski ekki alltaf móttækileg. Og það er misjafnt hvernig þetta getur verið hamlandi, en við sjáum að það eru eins og ég segi, afburðar einstaklingar sem hafa komist í metorð og náð stórkostlegum árangri á sínum sviðum, ólíkum, bæði íþróttum og tónlist, leiklist, sem og öðru líka í akademísku námi og annars staðar.
Og þetta eru þetta fyrirmyndir sem við þurfum að hafa í huga. Ég var til dæmis að taka podcastviðtal í vikunni við Glói tónlistakonu sem heitir Sara. Stórkostleg 24 ára stelpa sem var greind þegar hún var 20 og var bara búin að hafa alls konar áhrif á hana og hlakka til að deila því með ADHD samfélaginu þegar það kemur út í næstu viku. En það er svo magna að tala við svona einstakling sem að er á svona unga mannesku sem að nýbúin að fara í gegnum greiningu og átt að sjá því hversu mörg hamlandi áhrif ADHD og athyglisbresturinn hafði þrátt fyrir mikla styrkleika. Það er mikilvægt að vera í tómstundum, það er mikilvægt að vera í íþróttum. Það er svo margt sem gerist þar, æfa okkur í samskiptum við aðra, æfa okkur að takast á mótlæti. Ekkert alltaf að verða heimsmeistarar, heldur að takast á við okkur sjálf. Geta tekið þátt, ég meina stórkostleg upplifun að fara á stór íþróttamót og gistimót með vinum sínum og hlæja og gráta og það er ekkert alltaf þeir sem lyfta bikarnum sem skemmtu sér best, heldur þeir sem náðu að njóta augnabliksins. Og hreyfing er gríðarlega mikilvæg fyrir svo marga færni, hjálpar okkur með svefn, hjálpar okkur með einbeitningu, hjálpar okkur líka að takast á við erfiðleika, að hreyfa sig og verða þreytt eða þreyttur og læra nýja hluti og dregur meðal annars úr kvíða og þunglyndiseinkennum hjá börnum. Þau svona fá ákveðna útrás. Og það er bara eins og þarna situr þetta svo hjá mér að horfa yfir hópinn inn í Vatnaskóga fyrir 15 ára, sem 55 strákar og allir kannski ekki í neinu formi og vantaði og voru ekki að æfa neitt. Mér finnst það bara þetta er svo sterk mynd sem ég myndi vilja sjá og myndi lagast. Íþróttir, að taka þátt í íþrótt getur eflt sjálfstraust okkar og vinka út sjálfsmyndarhringinn okkar, að eiga kannski erfitt í skólanum með að sitja kjur en hlakka til þess að fara á æfingu og fá útrás og mæta jákvæðu viðmóti kannski frá þjálfurum og jafnöldrum, finna sína styrkleika. Og íþróttir geta verið svo margt, allt frá því fótbolta og dans og einstaklingsíþróttir með ýmsum hætti. Þarna er fjölbreytnin svo mikil og þarna getur maður valið. Í könnun sem við gerðum meðal foreldra, sem Villi minntist aðeins á þá er mitt svolítið bara áhugavert að sjá að það er stór hópur barna sem var ekki að æfa. Þetta var gert meðal foreldra í ADHD samtökunum og hjá helmingi nemenda hafði komið upp erfiðleikar og bæði í íþróttum og tómstundum. Það var ýmislegt sem foreldrarnir bentu á af hverju barnið væri ekki að stunda íþróttir. Og þetta var svo langur lista að ég náði nú ekki að lesa yfir hann allan. Það væri en það var oft bara að þeim var eftir ekki mætt skilningi. Það var óþolinmæði, hlutinir áttu að ganga hratt fyrir sig eða var kannski ekki hægt að endurtaka leiðbeiningar. Það var líka út af félagsfærni kannski einstaklingsins sem var með ADHD að eiga erfitt með mótlætið. Ég segi stundum að fótbolti er flókin íþrótt þó að karlmenn ráði við að horfa á hana og kannski það var akkúrat máli. Þetta er mjög flókin íþrótt þó við ráðum samt með þessu vita. Þetta er að við standin á fótboltavelli sem barn með bolta og meðan einhver er að koma og ýta í þig og taka af þér boltan og ég þarf að hlaupa í burtu en áttaði mig á Gunni, hann er að hlaupa, hann er með mér í liði, en ég ætla að senda hann þangað þegar Gunni er kominn þangað. En þegar ég er búinn að senda á Gunna, þá er ég sparkaður niður. Og það er hluti af leiknum. Skiljiði? Og maður er endalaust verið að rífa mann boltan og ýta í mann og svo skora hjá manni. Og þetta er bara reynir á alls konar, ég þarf að þola þetta og þola tapa og þola mótlætið. Og þetta er heljarinnar áskorun. Ég tel að þetta sé mjög mikilvægt verkefni að reyna að opna umræðuna ADHD fyrir börn og í tómstundum og íþróttum og eiga þetta samtal við íþróttarhreyfinguna. Og ég og Jakob og Vanda fórum á stað með þetta fyrir nokkur síðan að koma þessu laggirnar, að koma með fræðslur inn til þjálfara á þessum nótum.
eiga þetta samtal við þjálfara í ólíkum íþróttagreinum hvað hægt að gera og hvernig hægt að mæta þörfum barna og útfæra það í þeirra aðstæðum. Og meðal annars það sem við erum að gera í þessu námskeiði að fá þjálfara til þess að fá svona grunnfræðslu og senda þau út með heimaverkefni þar sem þau að reyna að kortleggja sinn hóp, kortleggja sína möguleika og reyna að fá þau til þess að koma síðan aftur og aðlaga það að sínum aðstæðum. Myndræn skilaboð, stutt fyrirmæli, eftirfylgni, þekkja hópinn sinn, vita hverjir eru með ADHD og hverjir ekki, hverjir þurfa auka stuðning, hverjum þarf ég að sinna auka svigrum. Við erum svo heppin auðvitað að Vanda Sigurðardóttir fékk náttúrulega stuðaukun í síðustu mánuði og þá aðeins komin nær kjötköllunum hvað knattspyrnuna varðar. Við náttúrulega treystum á hana og hún fór okkur atkvæði í febrúar að halda þessu áfram og við erum komið manneskju í innsta hring. En þetta verkefni sem þróun. Við erum líka að reyna að komast inn í þjálfaramenntun, erum í samtali við ISÍ til að komast inn í þjálfaramenntun hjá þjálfurum þar og viljum endilega vera með erindi og samtal við sem flestar íþróttagreinar og læra af þeirri reynslu sem og hluti af þeim hópi hér í dag og með svona innsýnin í þá reynslu sem hefur sem þið hafið og hlakka til að heyra þau erindi. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengri dag. Við erum að passa tíman í sér. Gunnar alveg að verða. Já, þú er búin að standa það bara mjög vel. En ég vil að óskur hamingju með þetta málþing. Takk fyrir mig og takk fyrir þið sem komið og vonandi náum við öll að hjálpa stað að láta þetta ganga og taka næsta skref í þessu fræðsluverkefni. Býtum með blómin. Eru einhverjar spurningar fyrir hann Bóas? Hann á 2 mínútur eftir, sko. Þú þarft að tala í mikrofónu út af þeim sem heima sitja. Þakkaði fyrir Bóas. Ég heiti Katrín og barnalæknir og vinn á Þroska- og hegðunarstöð og mikið að sinna krökkum með ADHD eins og þú kannski veist. Og þetta akkúrat það sem við heyrum mjög mikið hjá foreldurum að hann eða hún búin að prófa 100 íþróttir og alltaf hætt og ekkert gengur. En mín ósk eða ég sé þetta líka í skólunum. Þau verða undir í skólaíþróttunum, í sundinu og í skólaíþróttunum. Þetta alveg frábært sem að þú ert að segja frá núna. Hægt að gera eitthvað í skólunum? Ef þú ert með lesblindu farðu sérkennslu í lestri. Ef þú ert með ADHD eða einhverfu, væri ekki hægt að fá sérkennslu í íþróttum? Jú, okkur ekki. Mér finnst þetta bara frábær hugmynd. Og já, ég meina mér finnst þetta bara mjög frábær hugmynd að efla og auka íþrótta og kenna gegnum íþróttir. Það alveg hægt að, það hægt að kenna stærðfræði gegnum allar íþróttir, það eru tölur og meðaltöl og stig og einhvernir sem þarf að reikna og finna út úr og það þarf að reikna stærð valla og mæla einhverja eiginleika. Þannig að ég get alveg ímyndað mér að sérstaklega í eldri bekkjum sé hægt að gera þverfaglegt nám bara í kringum íþróttahúsið og blanda það öllum greinum. Ég myndi halda bara að íþróttakennarar ættu að taka svona hugmyndum fagnandi. Hvernig getið þið tekið aðra námsgreinar inn í íþróttahúsið og blanda þessu saman? Þetta fer bara beint þangað. Það önnur spurning. Ég vil segja frá einu, ég vinn í leikskóla, ég íþróttakennari og ég íþróttakennari, ég vinn í leikskóla og það gerast líka góða hlutir í þessu. Það einn aðferð sem heitir leikur að læra. Þá erum við að kenna í gegnum hreyfingu. Einmitt. Það einn sem mér finnst að vera stór skref í myndunarkerfinu. Ég nota þetta rosalega mikið. Bara að kenna alls konar, bara frá íslensku upp í stafræði og hvað sem við erum að kenna ákveðna þema í leikskólanum, þá nýtum við bara hreyfingunar til þess að kenna og börnin í rauninni gera það bara án þess að vita að þau læra. En þau læra mjög mikið. Mér finnst þetta reyndar frábær punktur og örugglega mikið nota meira í leikskólanum frekar en grunnskólanum. En ég get nú reyndar bent á og tvinna saman þessi 2 spurningar sem svolítið skemmtilegt. Það körfuboltadómari sem heitir Gunnar Jarl, dæmdi knattspyrnu í efstu deildinni nokkrum árum. Hann í Þrótti og hann kennari dóttur minnar. Og hann hótar þeim annars að þau fá gult og rautt spjöld eða haga sig vel.
Hún er ekki ennþá búin að fá spjald. En það sem hann gerði í fyrra til mig, sem fannst mér alveg með ólíkindum, að hann setti upp fimleikagrind, hann setti upp hlaupahjól, hann setti upp hlaupabretti og lóð og ég veit ekki hvað inn í skólastofuna. Þannig að þetta var hálfgerðin eins og komast inn í work-class, inn í Lágholtsskóla, með einhverju gömlu tæki sem ég fekk lánaði að gefa eins hér og þaðan. Og svo var þetta bara hægt inn í tíma. Nú tek ég bara 5 mínútur og fer aðeins á hlaupabrettið. Ég ætla aðeins að lyfta í lóðinu og ég ætla að hanga hérna í þessum hringjum eða eitthvað. Þetta virtist, kom vel út, fannst mér fyrir bekkjastemminguna. En þau eru alveg drilluð, þau taka líka mílu, ég held að sé mílu á dag, þar sem farið út að labba. Og það er bara verið að dundrast í einhverju hreyfingu, þetta er ekkert krakka með ADHD, þetta er bara almennu grunnskóli og en auðvitað hafið öll gott af því að brjóta daginn upp með svona og blanda þessu við námið. Herðu, þá þökkum við Bóasi fyrir og við gefum honum blóm. Ég gleymdi, ég var með eina spurningu. Aldursvarandi tækifæri, hvað þýddi það, Bóas? Aldurssvarandi? Nei, ég er að spyrja í alvörinni, hvað er það? Eftir... Passa við aldurinn? Já, ok, ég er bara rithöfundur, ég skil ekki svona. En ég er rosa ánægður með að Bóas sé að þjálfa í Þrótti. Það er greinilegt að Þróttur og Gunnar Jarl í Þrótti. Þróttur er greinilega, við erum í Þróttarahverfinu, stórlið sem að hugsa stórt og það er gaman að segja frá því. Það er verkefni í gangi sem að innan Þróttara við ætlum að gefa út yfirlýsingu þar sem að við tökum á móti öllum fagnandi með alla greiningar, með alla kynvitund, með allt saman. Þannig að, en það er ekki hér kannski. Þetta er eins og að vera á, þetta er besti hlutur sem hefur getað komið fyrir mig, það er að vera hérna í dag, verðan sem ég er bara að púnta niður fyrir næstu bók. Þetta er alveg stórkostlegt. Og líka það sem sagði Bóas, að sem er ekki alltaf þeir sem að lyfta bikarnir sem skemmta sér best á fótboltamótum. Ég á 2 syni og annar var alltaf í bikarliðinu og hinn fór á milli íþróttagreina í mörg ár og það var allstaðar leiðilegt og á lokum fékk hann greiningu, hann var bara lélegur íþróttamaður. En lenti þá loksins á góðum þjálfara hjá FH sem að leiði honum að spila ekki fótbolta heldur segja sér brandara. Og þetta var til þess að hann varð ástfanginn á fótbolta og ég elti hann náttúrulega á öll fótboltamót og kjölfari fekk ég hugmyndina að skrifa þessar fótboltabækur sem ég skrifaði. Að fara með F-liðinu var miklu skemmtilegra heldur en að fara með A-liðinu. Þannig að þar voru alla greiningarnar. Þar var einn sem bara varð að vera í spurningaleikjum allan daginn, sem bara hentaði mér rosalega vel. Einn sem þurfti að hlaupa hringinn í kringum skólastofuna áður en að fór að sofa. Og þetta var miklu skemmtilegri og glaðari hópur með enga pressu á sér að vinna mótið. Og hann var annað spursmál með þessa pressu á að vinna. En já, heyrðu, ekki gleyma alltaf einhverjum. Heyrðu, þá er bara næsta heyrði. Það er Yap Young Athlete Project, hreyfiáætlun. Þóra Sigrún Hjaltadóttir, leikskólastjóri, heilsuleikskólanum Skógarási. Ásta Katrín Helgadóttir, íþróttakennari eða fagstjóri hreyfingu heilsuleikskólanum Skógarási. Gjörðu þið svo vel. Svo seglar á okkur, þannig að tæknimaður var ekki búinn að fá glæðmara fyrir fundurnar, þannig að við verðum bara að rísa á fætur og hristi ykkur til og meðan, þess að hræða ykkur til. Ég skal bara segja hérna sögu með hann. Já. Ég fór upp í Selárskóla í vor. Já. Ég fór upp í, heyrðist í hann? Svona. Ég var beðinn um að koma að lesa upp í Selárskóla í vor og þegar ég kem í skólan þá sé ég 4 stráka svoleiðis á harðaspretti og virðast vera að hlaupa bara hringinn í kringum skólan og svo kemur kennarinn á harðaspretti á eftir
og ég sagði bara, hvað í gangi hérna maður? Og ég fyrir bara inn og beint inn í stofu og svo koma þau hlaupandi inn. Og ég held að það væri eitthvað vandamál, en þá var það bara að ég var að fara að lesa og til að fá ró í þennan 4 stráka hóp, þá var bara þetta er bara það sem þau gera. Og þau fara bara út að hlaupa, einn hring í kringum skólan alveg á fullu og kennarinn alltaf með. Og hún náttúrulega ekki í íþróttafötum, þeir í íþróttafötum. Þannig að þau komu öll sveitt og brosandi inn og síðan var þetta ekkert vesen. Þannig að þetta var frábært eins og var þarna. En gjörðu þið svo vel. Takk fyrir. Komið sæl og við Ásta Kata þakka kærlega fyrir að fengi boðum að vera einna með ykkur í dag. Ég heiti Þóra Sigrún og er leikskólastjóri í Heilsuleikskólanum Skógarás. Og ég heiti Ásta Katrín Helgadóttir og ég er íþróttakennari á Heilsuleikskólanum Skógarás. Já, mikrofónu svona. Já, Ásta kannski hefur hann fyrir okkur. Já, jappið. Má sjá. Nei, hvernig ger ég þetta? Svona. Kannski svo ég segi ykkur aðeins bara frá okkur til að byrja með að við störfum í Heilsuleikskólanum Skógarás og Skógarás er rekin af skólum EHF og skólar EHF er fyrirtæki sem rekur 4 aðra heilsuleikskóla og er einmitt stofnað af feðgum sem að brenna fyrir íþróttum og fannst þá mjög eðlilegt að við værum að vinna með heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur sem var íþróttakona og leikskólakennari mikil og þróaði einu heilsustefnuna í leikskólastarfi á Íslandi og motto fyrirtækisins og okkar er heilbrigð sál í hraustu líkama og við sjáum einmitt fyrir okkur gríðarleg sóknarfæri í leikskólanum og í gegnum hreyfiþroskan. Við erum svo blessuð í heilsuleikskólanum mínum að vera með sérfræðing í íþróttum, þannig við erum með íþróttakennara og Ásta er mjög metnaðarfull og hefur verið svolítið svona hvetjandi og við höfum alltaf að leita leiða hvernig við getum gert enn betur og talaði sérkennslu í einni spurningun áðan í hreyfiþroska og það er akkurat það sem við erum að gera. Þessi tugga er aldrei of sjaldan sögð að það er sem sagt dagleg hreyfing er börnum nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, þroska, andlegan líðan og hún er sameiginlegur leikur sem skapar meðal annars tækifæri til að þjálfa hreyfifærni, bæta líkamsreisti, eignast vini, auka félagslega færni og efla sjálfstraust. Það er nefnilega þannig í leikskólanum að við erum ekki beint að vinna með ADHD börn, við erum bara að vinna með börn. Börn fá sjaldnast greiningar á leikskólaaldri og við erum með alls konar börn með alls konar áskoranir og þurfum að finna leiðir til þess að virkja þau öll og ná til þeirra allra og í heilsuleikskóla er framtíðarsýnin svolítið þannig að við byggjum grundvöll fyrir þau sem að vonandi fylgir þeim út í lífið. Þannig erum við að byggja vana. Við erum með hreyfingu daglega hjá okkur fyrir alla og við vonum að það fylgi þeim út í lífið og með sterkum hreyfiþroska eru þau líklegri til þess að vera gjaldgengi leikinn þegar þau koma í grunnskólann. Gjaldgengi íþróttir, af því við vitum það að þau sem eru með slakan hreyfiþroska, þau sitja eftir. Þau eru ekki valin, þau fá ekki að vera með. Við viljum koma í veg fyrir það. Og já, sjá. Young Athletes Program, það var þetta er verkfæri sem er þróað af Special Olympics samtökunum til að efla alhliða þroska barna á aldrinum 2–7 ára í gegnum íþróttir og leik. Og verkefnið er rannsóknað og það hafði gríðarleg áhrif á hreyfiþroska, félagsþroska og viðtaka þroska. Við kynntumst þessu árið 2015, þá kom hún Anna Lína hjá Special Olympics til okkar og talaði við okkur og bað okkur að vera þátttakendur í þróunarverkefni að innleiða þetta á Íslandi og við fórum í samstarf með Special Olympics á Íslandi og Special Olympics í Rúmeníu og kynnumst þessu þar og sjáum ávinninginn. Þetta verkefni er byggt á bara æfingaáætlun sem er mjög einföld með skýra reglur og góð markmið og auðvelt fyrir börnin að tileinka sér. Síðan 2016 þá vildum við fara enn lengra með þetta og við fórum í Erasmus Plus verkefni með leikskóla
leikskólanum Paljapon í Tallinn í Íslandi og Læringsverkstæðið Skómo í Jessheim í Noregi og vorum í 2 ár með þeim að kynna þeim þessa æfingaáætlun og að vinna með hreyfiþroskan. Þannig þetta er orðið kannski svolítið okkar aðalsmerki að vera með snemmtæka íhlutun í hreyfiþroska fyrir börnin. Ásta, gjörð þú svo vel. Tekur þú þessu? Já, eins og hún Þóra kom inn á að þá Jón aðflytt, ég á svo erfitt með að vera kjur, ég alveg með ADHD. Ég skal standa hér og þú segir mér hvenær ég á að... Miklu betra. Já, JAPPI sem sagt leikja og hreyfi eða þjálfunar áætlun sem að Alþjóðasamtök Special Olympics gerðu til þess ætlaða að börn með frávik ættu sama möguleika og önnur til þess að fá skipulagða þjálfun. Og þá voru þau sérstaklega að hugsa börn sem að höfðu ekki aðgengi, ekki tæki eða tól eða þjálfara eða tækifæri til þess að stunda skipulagða þjálfun. Og þá kannski fyrst og fremst var verið að hugsa ríki og þjóðir sem að búa við mikla fátækt. Þessi áætlun sem sagt líka hugsuð út frá því að þegar að þau eru búin að fá svona þessa grunnfærni og búin að fá svona smá undirbúning fyrir aðrar íþróttagreinar að þau hafi sömu tækifæri til þess að fara í aðra íþrótta og tómstundastarfsemi eftir að 7 ára aldrinum lýkur. Og síðan var kannski síðast og aðalmarkmiðið hjá Special Olympics samtökunum var að þegar að einstaklingar eru orðnir fullorðnir að þeir ættu möguleika á því að fara og keppa á heimsleikum eða á Special Olympics á sumar- eða vetrarleikum til þess að keppa fyrir hönd þjóða sinna. Og þá var stærsta hugsun að þau fengju tækifæri þar sem að aðstæður væru það sömu og ófatlaðir væru að keppa á. Það var stærsta markmiðið hjá þeim. Til þess að geta komið þessu öllu af stað þá höfðu þau samband við 2 háskóla í Bandaríkjunum, í Massachusetts og í Norður Karolínu. Og þessi 2 skólar bjuggu í rauninni til þessa hreyfiáætlun eftir mikla rannsóknarvinnu. Og úr var nafnið síðan Young Athlete Program. Grunnurinn í þessu auðvitað svo að efla grunnfærni hreyfiþroskans og eins og ég sagði áðan að undirbúa þau undir ýmsar íþróttagreinar. JAPP-þáttunum skipt niður í 8 þætti og eins og við sjáum hér að þá byrjað á grunnfærninni og síðan heldur þetta áfram niður eftir því sem þetta verður aðeins flóknara leikn og þegar bara við erum að byggja og þegar við alltaf að byrja á grunninum áður en við getum byggt eitthvað ofan á það. Þetta er ótrúlega einfalt og eins og við sjáum hér í prógraminu þá gert fyrir ráð fyrir 1 viku í hverjum þætti. Það æfing 3 sinnum í viku, 30 mínútur í senn. Og hérna sjáum við bara dæmi tímaseðil, hvernig æfingaáætlunin er sett upp. Þetta er mjög einfalt, það þarf ekki mikið að tækjum á tólum eða aðstöðu til þess að gera þessa hluti og sá sem að framkvæmir æfingarnar með börnunum, hann þarf heldur ekki kannski að hafa mikla þekkingu eða kunnáttu til þess að geta farið með þeim í þessa leiki. Við aftur á móti á heilsuleikskólanum, við höfum aðeins dýpkað okkur í svo aðlaga þetta að okkar starfi. Þannig að við erum í rauninni með hvern þátt í 4 vikur. Þannig að við dýpkum okkur verulega í hverjum þætti. Og þar af leiðandi maður þá kannski líka búin að bæta inn í öðrum æfingum og öðrum leikjum líka til þess að það sé ekki alltaf það sama því að það verður auðvitað pínu leiðigjarnt að maður alltaf með sama hlutin. Í grunnfærninni þá erum við auðvitað með bara svona alls konar æfingabrautir, þrautabrautir. Við erum líka með alls konar leiki
og einmitt í þessari grunnfærni að þá erum við líka að taka inn í stafi, tölur, myndir, orð, liti, bara nefnið það. Þannig að það er hægt að flétta alla þessa hluti inn í. Síðan tekum við, göngur og göngustílar. Þá erum við með alls konar hlaupaleiki inn í því, jafnvægi og hopp. Annars sjáum við svona hvað inni felst eiginlega í rauninni í æfingunum. Það er ekki bara það að hafa jafnvægi og hopp, það þarf líka eitthvað meira til þess að allt virki. Já, og fjórði þátturinn er að rekja bolta og grípa. Þannig að sjáum við þetta verður alltaf svona pínu flóknara og flóknara, þannig að komin meiri samhæfing augna og handa, samhæfing augna og fóta. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt program og börnunum fer ótrúlega mikið fram í þeim. Þetta eru yfirleitt einfaldar æfingar, þetta er sjónrænt. Mikil endurtekning, þannig að það er auðvelt að tileinka sér þetta og læra. Mikil endurtekning og sérstaklega við þetta sjónræna, það er krafa. Ég geri þá kröfu á sjálfa mig að ég sýni þeim nákvæmlega æfingarna sem þau eiga að gera. Og þar leiðandi er það kannski líka gott fyrir þau sem eru með ADHD eða eru með einhverja hreyfióvirkni eða hafa ekki athyglina akkurat á því sem verið er að gera, að það er að reyna að fókusa þá líka á hlutin. Það er að segja, ég geri þetta fyrst og svo kemur þetta næst og hvernig átti ég að gera þetta. Þannig að við erum alltaf að reyna að flækja og bæta við og tökum líka inn í, eins og nefndir áðan, bókstafina eða hvað svo sem að verið er að vinna með í það skiptið á leikskólanum. Má kannski líka segja það hér að við kannski förum lengra að við höfum líka pínu innleitt þetta inn á deildarnar sjálfar, inn á leikskólanum. Það er ekki bara ég sem að gera þetta. Það er bara eiginlega allt starfsfólkið í skólanum sem að tekur þátt í þessu verkefni. Öðruvísi myndi þetta ekki ganga svona vel. Þetta er ekki bara á mínum herrum þó að ég sé kannski sem að heldur utan það að mestu leyti, en það eru aðri kennarir í húsinu sem eru líka að nýta sér þetta. Og þá sérstaklega einmitt sem uppbrot í samverustundum þar sem að verið er að fara yfir stafahljóðin, hugsa stærðfræðina eða formin eða hvað svo sem eru verið að gera í það sinni. Og það er svo auðvelt að selja starfsfólkinu þessa hugmyndafræði þar sem að ávinningurinn er svo sýnilegur, veljiðan barnanna er svo mikil og maður sér árangurinn strax. Þau eru miklu glaðari eftir að hafa fengið að hreyfa sig daglega. Já, þetta er líka bara auðvelda starfið svo miklu meira. Þau eru mun rólegri í samverustundunum þegar þau fá aðeins að hlaupa eftir einhverju staf og koma með hann og skoða hann eða hlaupa eftir einhvern hlut og koma með hann og segja frá hann. Þannig að þetta er svona, vinningsástand eða vinningsstaða. Já, að sparka. Þarna erum við með bara alls konar bolta og ekki bolta til þess að sparka. Við erum oft bara að sparka einhverju kubbum eða púslum svona til og frá. Bara svona til þess að finna fyrir því. Blöðurum, alls konar. Það er bara nefnið það. Síðan kemur 8. og síðasti þátturinn þar sem að allt það sem að þau eru búin að fara í gegnum er yfirfært á íþróttagreinar. Og ég setti bara inn í sviga sem dæmi. Það er auðvitað miklu meira sem að fylgir inn í íþróttnar heldur en þetta. En þetta er kannski svona þessi grunnþættir sem að fylgja inn í. Og kannski næsta mynd skýrir ennþá betur hvað við erum að tala um. Háskólarnir, þeir geru líka rannsókn á því hvort að jappi myndi virka áður en þau settu það út til annarra aðila og þá voru þeir með 2 samanburðarhóp. Einn hópurinn fór í gegnum jappið, annar ekki og þetta var ávinningurinn af því. Við höfum kannski gaman að segja frá því, við höfum haldið svona jappdag hjá okkur þar sem við buðum öðrum leikskólum að koma og taka þátt og þá var svo bersýnilegu munur á hreyfiþroska okkar barna og samanburðarskólans sem var alveg að vinna líka með hreyfiþroskan. En bara
bara svo, og maður gat ekki séð eða greint þau börn sem að þá þegar voru komið með greiningar frá hinum sem að voru ekki með nein frávik. Að því hreyfiþroski bara var það sterkur og þau gjaldgeng í allan leikinn. Þetta kannski líka bara akkurat það sem að við viljum gera, að það að börnin séu komin til jafnvætis við sína jafnaldra þegar þau koma í grunnskólan, að þau fái þetta pínu forskot, að þau séu gjaldgeng, þau eru gjaldgeng í leikinn, þau eru gjaldgeng í íþróttirnar. Og búin að auðlast það sjálfstraust að vera þáttakendur, að yfirstíga þröskulda, að læra, ég stökkva úr hæð til dæmis, er bara gríðarlegt sjálfstraust sem kemur bara við það. Já, reynslan okkur á Skógarás. Það er bara, við sjáum ótrúlega mikla framfarir og við gerðum svona smá könnun í kringum það, í kringum Erasmus-verkefnið okkar. Að þá hefði komið ljósa hreyfiþroski barnanna sýndi töluverðar framfarir og tala nú ekki síðan bara félagsleg tengsl þeirra, öryggi, mál, tjáning, það bara breyttist töluvert. Og það voru bæði foreldrar og kennara sem að tóku þátt í þessari könnun og öll á einu máli með það sama. Börnin veigra sér ekki lengur við þáttöku. Þau koma, þau þora. Já. Og kannski líka bara að því að mér er svo efst í það er eitt barn sem við erum með á leikskólanum sem er bara alltaf í hugsunum mínum alla daga, allan daginn. Hefur náð gífurlegum framförum og þetta barn í dag þegar að hann kemur í hópinn sinn, af því þetta er drengur, að þá eiginlega finnst mér stórkostlegast að fylgjast með honum. Þetta er drengur sem er með mjög mikla hreyfióverkni og hann er bara svona eins og fiðrildi út allt. Maður veit stundum ekkert hvort hann kemur á höfðinu eða fótunum inn. En það sem við erum búin að vera að vinna með hann í 4 ár, já, að þá í dag þá getur hann setið alveg rólegur í sínum hóp og fylgst með því sem að á að fara fram í tímanum og hann gerir æfingarnar alveg ótrúlega vel og ég geri það með vilja að láta hann byrja á æfingunum til þess að sýna hinum börnunum að hann geti þessar æfingar alveg jafn vel og þau og hann sé ekki að fara einhverja út úr dúra á leiðinni. Þetta gerir þær bara alveg eins og allir hinnir. Kannski líka bara börnir sem eru með einhvers konar, ég veit ekki, þau eru bara börn í leikskólanum hjá okkur. Já, að þau eiga rosalega erfitt með að læra að vera leik á leik í hóp af því að þau átta sig ekki á reglunum sem eru í gangi í leikinum. En okkur hefur tekist að kenna þessum dreng leikreglur og í öllum svona eltingaleikjum þá er hann manna glaðastur og bara pluma sig mjög vel. Það er ekkert mál fyrir hann að fara og klukka einhvern eða frelsa einhvern eða neitt slíkt. Hann gerir þessa hluti og er ótrúlega gaman af. Þannig að ég er bara ótrúlega stolt af honum. Já. En eftir höfðinu dansa víst limirnir, er víst einhvers staðar sagt og heilinn okkar víst þroskast 95% af honum áður en við erum 5 ára eða allavega hann að segja fræðið það, hvort sem að það sem er rétt eða ekki. Þegar barn er 4 ára, þá er heilið þess bara alveg á 2-falt virkari en okkar en auðvitað á því tilskildu að það fái áriti eða næga örvun fyrir heilan sinn. Við erum auðvitað hönnuð til þess að hreyfa okkur. Já. Getur bara sleppt þessu held ég. Við erum svona búin að fara yfir, já. Og svo er kannski þarna heilinn. Sjáum heilinn og hversu mikilvæg hreyfingin er fyrir heilan. Allar þessar stöðvar og öll virknin í stöðunum sem við þurfum að reyna að örva með því að láta þau stunda hreyfingu eins mikið og hægt er. Kannski bara ein svona í gríni. Ég held að svona
alkohól, hvort þú ert drukkin eða ekki, fari ekki svona fram hérna á Íslandi. En mögulega í Bandaríkjunum, maður segir þetta stundum í myndunum allavega, það er svo látin ganga eftir línu og átt að setja fingurinn á nefið á þetta skiptis. En það eru alveg ótrúlega mörg dæmi við það að fólk hefur fallið á svona testi af því að það er ekki með hreyfiþroskan til þess að framkvæma þetta. Fullorðið fólk. Ódrukkin. Já. Ég hef ekki meira að segja í bili, en mér langar til þess að benda ykkur á eina mannesku hér inni, hana Önnu Karolínu Vilhjálmsdóttur, sem er framkvæmdastjóri Special Olympics á Íslandi. Og hún er búin að vera okkar stoð og stytta í þessu verkefni og mjög mikill drifkraftur í því að kynna þetta fyrir leikskólum hér á Íslandi. Þannig að Anna, viltu koma hérna upp til okkar? Anna, komdu. Vera með okkur. En já, ef þið viljið spyrja eitthvað, þá kannski. Sælu blessuð. Já, ef það eru spurningar, þá eru þær með nóg eftir að tímanum sínum. Já. Ég hef með spurningu. 7 mínútur. Já, af hverju er þetta ekki í öllum leikskólum? Þetta er góð spurning. Þetta er góð spurning og henni verður ekki svarað hér. Við höfum verið duglegar að breiða út boðskapinn. Já. Já, við höfum verið mjög duglegar að reyna að breiða út boðskapinn og Anna Lína að kynna okkur og sækja okkur og senda okkur víðsvegar landið með kynningar á ávinningnum. Kannski Anna vil kannski líka bæta Já. þetta. Ég ætla bara að spyrja sömu spurningarnar en þú ert að spyrja. Ég bara skil það ekki. Ok. Ég er búin að fara við það, sko. Já. Og af hverju er þetta í Reykjanesbæ? Reykjanesbær? Já, þetta er komið á fleiri staði. Leikskólar, það hefur kannski verið svolítið viðlóðandi við leikskólan að vera með snemmtæka íhlutun, sérstaklega þegar kemur að málþroska barna. Þetta hefur svolítið sitið á hakanum og ég velti því fyrir mér hvort það sé vegna þess að við höfum ekki verið að vinna með íþróttakennurum inn í leikskólanum okkar. Þeir eru sérfræðingarnir og við þurfum að hafa það þar innan okkar raða. Einhverja fleiri spurningar? Nei, þá þökkum við kærlega fyrir og þið fá... Nei, býttu, augnablik. Ég er ekki með spurningu, sko. Nei, þú er með fullyrðingu. Ég er með þakklæti. Ég ætla bara að nota tækifærið og þakka ADHD samtökunum. Ég er ekki viss ég gerir ykkur grein fyrir þetta er svolítið sögulegt að fá símtalið frá þér. Það sem barst mig að vera fyrirlestur og ég bara þær. Því ég íti á það að grasrótarstarfi sé kynnt þegar við erum að kynna þetta starf. En það er ekki oft sem ég fá sem símtal á skrifstofu íþróttasamsvallara þar sem fólk er að biðja okkur að kynna þetta. Það er miklu meira að við erum í þessu megum við kynna, megum við koma í 10 mínútur, hálftíma, korter. Og svona ástæðan, ég vildi ekki vera að segja neitt á hann, en ég er sjálf menntaður íþróttafræðingur og kennari og var að kenna, veit hvað skiptir máli í kennslu að það er fólk svo upptekið. En þarna sá ég verkefni og verkfæri á Special Olympics hreyfingunni sem var einfalt, ókeypis, auðvelt og ég sá að vera hægt að nota þetta með svo mikið tíma og þess vegna er maður búin að vera að reyna að innleiða þetta og þess vegna spyr maður af hverju hreyfingin er ekki stærri sem grunnur að öðru námi. Takk kærlega fyrir. Gefum við gott klapp. Má ég bæta við smá? Það eru núna búið að koma bæði frá, það eru búin að koma núna nemar frá Háskóla Íslands að kynna sér starfið okkar og er búið að óska eftir líka frá Háskóla Reykjavíkur. Glæsilegt. Já, næsta dagskrá er ég að kynna bókina sem ég var að skrifa. Mér líður undarlega að vera að tala bók sem ég skrifaði inn í þessum félagskap vegna þess að þið eru öll svo miklu sérfræðingar og vitið svo mikið og brennið fyrir þetta. Ég var að kynnast þessu, ég ákvað fyrir 1,5 ári síðan að skrifa bók strák sem er með ADHD sem er byggður, þessi drengur er byggður á frænda mínum og jafnaldra og uppeldisbróður og syni hans. Hann Hemmi, frændi minn sem er 956 ára, hann fékk greiningu fyrir 2 árum og við sátum einhvern tímann í bíl bara skömmu síðar og hann var að segja mér frá sig hvað lífið hefði breyst mikið en við upplifðum hann aldrei sem eitthvað ADHD barn, hann var bara Hemmi frændi og hann var eins og hann var en hann
segir að lífið hafi breyst mjög mikið og svo fór hann að segja með sögur af syni sínum og sonur hans er eiginlega þessi gaur og í framhaldinu fór ég nú að lesa mig til það sem ég fann á netinu, bæði á síðu ADHD-samtakana og svo reyndi ég nú að lesa eitthvað á ensku og eitthvað svona og svo settist ég niður og byrjaði að skrifa bókina og átti að skilinni 1. maí og meðan apríl þá hætti ég og ýtti bara delete all af því að þetta var ekki að gera sig vegna þess að mér vantaði persónulega sögur þannig að þá setti ég bara á Facebook geti hjálpað mér, ég er að skrifa bók um ADHD-strák, mér vantar einhverja sögur og viðbrögðin voru rosaleg og það fóru 3 vikur í það að tala við fólk og allar þessar sögur, ég skrifaði þetta allt niður og ég notaði ekki helmingina þeim og það sem kom mér óvart var, sko, ég vissi alveg að væru fyndin moment og fullt af fólki sendi mér fyndnar sögur að hvernig fjölskyldan er að reyna að komast út á mótnana og bara vaknar klukkutíma fyrr bara til að ná í skólan á réttum tíma af því það er svo margir með ADHD í fjölskyldunum kannski og allt þetta voru að fyndið en svo, það sem kom mér óvart voru sorglegu sögurnar og nýlegar sögur af líkamlegum átökum innan skólana. Það sem að starfsfólk skólans var í átökum, líkamlegum átökum við börn og þetta var bara ótrúlegt að lesa þetta. Nei, að heyra þetta. Þannig að ég reyndi nú að gefa svona nokkuð heilsteypta mynd af ADHD-barni í þessari bók. Mér sýnist hann reyndi að vera með smá Asperger líka en það var ekki planið en hann minni svolítið á tengdapabba minn sem er ekki greindur hann þegar mér ekki segja þetta. Ég fatt að ég hef aldrei sagt þetta upp átt við nokkurn einasta mann. Þannig að strykum þetta síðast út. Þetta getur verið viðkvæmt og það sem kom líka óvart var að Hemmi frændi, hann er viðkvæmur. Hann er með lyfjaskömm. Hann skammar sín ekkert fyrir að vera með ADHD en hann skammar sín fyrir að þurfa að taka lyfin. Og þetta er svo flókið mál allt saman. Og konan hans Hermanns, hún er líka, hún er að kenna í grundarskóla á Akranesi, hún hringdi mig í gærkvöldi og sagði að strákur sem er að lesa bókina með mikla ADHD-greiningu, hann er búið með 6 kafla, var búið með 6 kafla í gær og foreldrar hans hringdu í Þóru og sögðu henni að strákurinn hefði breyst á þessum 6 köflum. Allt í einu skildi hann sjálfan sig betur. Sem er náttúrulega bara, þetta er sko skýt með alla gagnrýni, þetta er mestu meðmæli sem ein bók getur fengið sko. Ef þetta hefur einhver jákvæð áhrif. Áður en ég fer að grenja hérna, þá ætlum ég bara að byrja að lesa. Því þetta hefur rosalega áhrif á mig að fólk skuli taka þetta inn á sig. Ég ætla að lesa hérna bara smá kafla fyrir ykkur. Jú. Já, hún heitir Alexander Daniel Hermann Davidsson bannað eyðileggja og nafnið er náttúrulega Alexander Daniel Hermann Davidsson, ADHD, skammstafað. Og hann er býr einn heima með pappa sínum sem er pólskur rafvirki og eins og þeir eru gjarnan pólskur rafvirkjarnir og iðnaðarmennir þá vinna þeir allt og mikið, þeir vinna öll kvöld og allar helgar. Hann á sína fyrirmynd, pólski pappinn, það er vinur minn sem er smiður, sem hefur smíðað mikið fyrir okkur í Kaflaraleikhúsinu og ég bauð honum á útgáfuhófið og hann komst ekki að hann þurfti að vinna. Og þá sagði ég, já, sendu nú konuna þína með krakkana, af því að sonur hans er 13 ára og las yfir bókina, las pólskuna yfir. Nei, hún er líka að vinna, hún er pólsk semst. Og Davíð þurfti að vera heima að passa litlu systur, þannig að þau komist ekki, sem er alveg típist fyrir Pólverja á Íslandi. Ok, þannig að sko til að Alexander komist í gegnum daginn, þá er pappinn búinn að bregða þar á að stilla svona 100 vekjaraklukkur áður en hann fer í vinnuna, eins og hann fer kl. 7 og skólinn byrjar kl. 8, hálf 9. Þá stillir hann vekjaraklukku fyrir Alexander og það er miði við hverja vekjaraklukku. Þannig að hann er að koma heim úr skólanum. Alexander kastaði skólatöskunni af sér, sparkaði skónum út í horn. Sparkaði skónum út í horn
og hendi úlpu og húfu á gólfið. Svo hljóp hann inn í herbergi. Þú verður að róa þig. Nei, heyrðu, ég ætla ekki að byrja þarna. Bíddu. Jú, ég held bara, þetta er svo stutt. Já. Þú verður að róa þig, segja mamma rólega við hann. Hann er semst að ímynda sig það. Það var rétt, hann varð að róa sig. Hann hljóp því beint inn í stofu og fór að hoppa á litla trampólíninu sem var við hliðina á sófanum. Hann hoppaði. Það hjálpaði. Pac-Man er skemmtileg. Hún er fyndin. Vissbrandarinn var fyndin. Það er stelpan sem hann var að kynnast. Alexander fattaði miðju hoppi og fór að hlæja. Hann var svo upptekinn af hugsunum sínum að hann áttaði sig ekki á því að hann hló í fyrsta sinn í mjög langan tíma. Hann hélt áfram að hugsa. Langamennar sagði ég var gáfaður og Pac-Man á litla systur með ADHD þannig að hún skilur mig örugglega betur en allir strákarnir sem eru bara venjulegur eins og Bogi. Og hún er með ógeðslega sítt hár, kolsvart og gljáandi hár, síðasta hárið í bekknum. Af hverju eru stelpur með sítt hár? Er það ekki vesen? Ég nenni varla að þvo og greiða stuttahárið mitt. Nenni ekki svona að fara í sturtu. En það er bara sjálfsagt mál að fara í sturtu. Sjálfsagt mál að fara í sturtu. Stelpur fara örugglega í sturtu á hverjum morgni. Af hverju eru stelpur ekki með stutt hár? Og af hverju er hún alltaf brosandi? Eins og mamma. Mamma er alltaf brosandi. Pac-Man er með síðasta hárið og er alltaf brosandi og bjargaði dótinu mínu. Hún er sæt. Alexander hætti að hoppa. Hún er sæt. Andskotin. Úps. Fyrirgefðu mamma, ég ætlaði ekki að blóta. Ring, gall í vekjaraklukkunni í eldhúsi. Alexander dauðbrá því hann hafði verið svo niðursokkinn í eigin hugsanir. Þessar vekjaraklukkur gerðu hann svolítið stressaðan. Í hvert sinn sem það hringdu vissi hann upp á sig skömmina. Hann var að gleyma einhverju. Hann hljóp og slökkt á klukkunni. Á henni var miði sem ástóð fótboltaæfing. Alveg rétt, já, og leikur á móti Val. Við verðum að vinna Val, hugsaði Alexander og þaut inn í herbyggi til að klæða sig í fótboltafötin. Hann var kominn í leiknistreyjuna þegar hann sá Lego-kubba körfuna sína. Þetta var engin smá karfa. Kubbarnir sem hann hafði farið með í skólan voru bara örfáir með þessa skrilljón kubba. Já, ég ætla að undirbúa mig fyrir stærðfræðina, hugsaði Alexander og hendi sér á hnén. Hann tók kubbana og skólatöskunni, bætti nokkrum af uppáhalds Lego-köllunum við og fór að raða þeim upp á gólfinu. Ok, 21 karamella, hugsaði hann, því hann ákvað allt í einu að reikna dæmið aftur og nú með hjálp Lego-dótsins til að fullvissa sig að hann hefði reiknað rétt og 3 afgangs. Ok. Þetta eru karamellurnar, 1, 2, 3, gall í annarri vekjaraklukku. Alexander stökk á fætur með hjartað í brókunum og hljóp fram á gang til að slökkva á henni. Hvaða klukka gat verið að hringja núna? Hverju var hann að gleyma? Hann slökkti á klukkunni og las á miðjan á henni. Klára að klæða sig í fótboltafötin. Alveg rétt! Fótboltaæfing! Nei, leikur á móti Val. Leiknir verður að vinna Val. Alexander þaut aftur inn í herbergi og klæddi sig í leggklífar, sokka og stuttbuxur. Hann sá Lego-kubbana og kallana. Alveg rétt. Pac-Man ætlar að koma í kvöld. Hvaða dagur er í dag? Verður pabbi ekki örugglega að vinna? Bíp. 3. vekjaraklukkan hringdi. Alexander dauðbrá. Hvað nú? Þessar vekjaraklukkur voru að gera út af við hann. Hann fekk næstum hjartaáfall í hvert sinn sem þær hringdu. Hann hljóp fram. Þessi vekjaraklukka var fram í anddyri. Á henni stóð fótboltaæfing. Farið í fótboltaskó. Núna. Alveg rétt. Hann klæddi sig í skóna og hljóp út. Takk fyrir. Nú gerum við kaffilér.
sjálfkrafa þá. Og ég skil, ok, þetta er ævintýrabúðir. Þetta fer eftir Windows.
Það kom jæja. Ding, 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 ding. Vekjaraklukkan, allir að fá sér sæti. Reynda verði að dásta ykkur sem hér eru, hvað þið eru duglega að sitja og hlusta. Þetta eru snúinstólar, þannig að þið getur hreyft ykkur aðeins. Það er smá óróleiki ennþá í kaffihotninu en við hingrum aðeins. Ég meina spurningu fyrir salinn, bara þegar það er komið fókus. Hann kemur kannski aldrei, hann hafi ekki spurt. Réttu penn sem eru greindir með ADHD. Já, það er ekki fleiri. Restin er að ljúga. Ég er búinn að fara í svona 10 eða 15 skóla með bókina og ég spyr alltaf hvað eru margir með ADHD og það er bara mín nákvæma vísindaransókn hefur sýnt fram á það að 12,5% allra nemenda segi frá því ef þau eru með ADHD. Svo eru kannski einhverjir sem þora ekki að segja. En ég á nú ekki vonu því hér inni. Heyrðu, þá er komið að næsta erindi. Það er Margrét Vala Marteinsdóttir frá styrktarfélagi Lamara og Fallara með ævintýrabúðir og íþróttastarf SLF. Margrét. Ég held samt ég færði það á þann og svo týndi ég því og allt bara. Takk fyrir. Ekki missa hann á tölvuna. Ég ætla að sulla þessu beint yfir tölvuna. Nei. Hvernig heyrist í mér? Er þetta í lagi? Ekkert eitthvað of. Ég er svo óvön að tala í svona hátalara. Ég vil helst einmitt vera eins og hún á undan vera á röltinu og svona, en nú er ég með punkta, þannig ég ætla að reyna að standa hér og fara yfir ævintýrabúðir Reykjadals. Til að byrja með þá vil ég kynna mig. Ég heiti Margrét Vala Marteinsdóttir og er starfandi forstöðumaður í sumarbúðunum í Reykjadal í Mosfellsdalnum ásamt fullt af fleiri stöðum undanfarin 2 sumur. En hingað er ég komin til að segja ykkur frá ævintýrabúðum Reykjadals fyrir börn og ungmenni með ADHD og eða einhverfu og aðra skildaraskanir. Ég er ekkert sérstaklega flink í svona PowerPoint-kynningum, þannig að ég er bara með svona samtalsform og langaði að segja ykkur bara svona aðeins frá okkar sumarbúðum og svo er ég bara að leyfa ykkur að njóta mynda frá starfinu undanfarin 2 ár. Þannig að til að gefa ykkur bara svolítið góða mynd á það sem við höfum verið að gera. Þannig að að gera að njóta þeirra sýningar. Til að byrja með, þá langar mig að segja ykkur aðeins hvað Reykjadalur er. Eru margir inni sem vita hvað Reykjadalur er? Já. Ok, glæsilegt. Stærsti hluti hópsins. Fyrir ykkur sem ekki þekkja Reykjadal, þá er Reykjadalur sumar- og helgardvalarstaður fyrir fötluð börn og ungmenni. Það kemur til okkar alveg afskaplega fjölbreyttur hópur af börnum og ungmennum á aldrinum 8 til 21 árs og dvelja hjá okkur ýmist í 6 eða 13 daga. Flest eru hjá okkur í 13 daga en þau sem eru að koma í fyrsta skipti, þau byrja á 6 dögum en svo yfirleitt er það bara svo allt of fljótt að líða þannig að 13 dagar árið eftir er bara algjört lágmark. Við leggjum mikla áherslu á hópaniðurröðun og erum alltaf með vináttuna að leiðarljósi. Við störfum eftir því að við viljum að gestir okkar í sumardvölinni upplifi sig fremstir meðal jafningja og höfum það svolítið bara svona einmitt að leiðarljósi í starfinu. Árlega þá dveljast 300 börn og ungmenni í sumarbúðunum í Reykjadal í Mosfellsdal. Einkunnarorðin okkar eru gleði, jákvæðni og ævintýri og það er bara nákvæmlega það sem lýsir starfseminni í Reykjadal. Hjá okkur starfar ungt og kraftmikið starfsfólk sem flest eru í námi, í háskólanámi, jafnvel svona nokkur að klára framhaldsskóla. Það er gott að fá stundum svona ungt starfsfólk inn sem við viljum halda lengi. Langflestir eru að mennta sig kannski í einhverju sem tengist starfinu hjá okkur í Reykjadal. En Reykjadalur er dálítið orkan og það sem og þetta unga fólk sem starfar hjá okkur.
unga fólki sem bara tilbúið til að gera allt til að gera sumardvölina sem allra besta fyrir okkar þáttakendur. Já, þá komið að aðalatriðinu sem ég ætlaði að segja ykkur frá. Ég vildi bara svona aðeins gefa ykkur svona smá mynd af á undan Reykjadal. En ævintýrabúðir Reykjadals í Háholti í Skagafirði fyrir börn og ungmenni með ADHD og eða einhver og aðra skildaraskanir. Málið að það hafi verið mikil fjölgun á umsóknum frá börnum og ungmennum með ADHD og einhverfu í sumarbúðirnar í Reykjadal. Sá hópur hafði jafnvel verið að sækjast eftir sumarbúðadvöl í öðrum sumarbúðum. Það ýmist gengið vel eða bara ekki gengið vel. Sumir hafa þurft jafnvel meiri stuðning og það að leiðandi ákveða að sækja dvöl hjá okkur í Reykjadal. Þannig að þessi hópur hann fór bara sístækkandi og við vorum bara komin með langa biðlista og vorum í rauninni bara komin með þá hugmynd í kollinn að setja af stað bara opna nýjar sumarbúðir og þá fyrir sérstakur sumarbúðir fyrir þennan hóp. En síðan vorið 2019 þá fór ég í ferðalag. Ég fór til Gautaborgar og heimsótti sumarbúðir og Grenska. Og Grenska svona lítil eyja rétt við Gautaborg. Og þar sá ég algjörlega magnaða hluti. Ég var bara, þar upplifði ég fullt af nýjum og spennandi hlutum. Þau voru með risastórt svæði, mikið af húsum og alls konar afþreyingu á lóðinni sinni. Ég hef alltaf haldið að við hjá okkur í Reykjadal sé alveg frekar stórt sem við erum reyndar, en þetta var alveg 10 sinnum það sem við erum með í Mosfellsdalnum. Ég bara algjörlega heillaðist. Ég bara fer ekkert leynt með það. Þarna í Grenska þá voru þau með starfandi svo sérstaklegar ævintýravikur fyrir börn og ungmenni með ADHD og einhverfu. Og þau voru með svo ótrúlega flottar hugmyndir. Þau voru að vinna bara með bara að leyfa hugmyndafluginu að ráða för, sköpunargleði, ævintýraþrá og þarna voru þau með stórt svæði með mikið af tjöldum. Þau gistu jafnvel bara úti í tjöldum stundum og það sem mér fannst svona kannski hvað skemmtilegasta við þetta var að þau, ef þau fengu hugmynd að einhverju, þá fengu þau bara framkvæmana. Og til dæmis var búið að útbúa mjög fallega gullfiskatjörn og það var bara einn hópur í ævintýravikunum sem vildi útbúa gullfiskatjörn og það var bara að fara í það að moka holu og svo bara hlaði steinum og sett vatn ofan í og keypti gullfiskar og þarna var komin gullfiskatjörn. Algjörlega frábært. Annar hópur fekk hugmyndum að setja upp risastórt hengirúm, alveg risastórt á milli stórra trjáa, þannig að það var keypt bara stórt net og þetta var allt einhvern veginn hengt þarna með miklu öryggi og þetta var bara sett á og þarna gistuðu bara hreinlega stundum undir berum himni. Og þetta var einmitt eins og ég segi, ég varð undir miklum áhrifum á því að heimsækja þetta og sjá og upplifa það sem þau voru að gera þarna í þessum hópi. Þannig að þegar ég kom heim þá langaði mér helst bara að fara að byggja strax hús á lóðinni hjá okkur í Reykjadal. Ég var meira að segja farin að skoða einingarhús og ég hugsaði bara, nú förum við bara í þetta. Við ætlum bara að byggja hús og við ætlum bara að gera þetta líka hjá okkur. En svo áttaði ég mig á því að það tæki eflaust örlítið lengri tíma í undirbúningi og svona alltaf var þetta svona þessi hugmynd í kollinum. En síðan var það miðjan maí í fyrra, árið 2020, þá hafði félagsmálaráðuneyti samband við okkur í Reykjadal eftir að hafa átt samtal við ÖBÍ og Þroskahjálp vegna vinnu til að vinna á félagslegri einangrun sem hafði skapast í COVID-19 faraldrinum. Og þannig að við vorum svona beðin að kanna hvort við getum sett eitthvað á laggirnar og þarna bara var ég ennþá mikið undir þessum áhrifum af þessari heimsókn minni að Grenska. Þannig að við sáum bara strax tækifæri þarna á að opna sérstakur sumardvöl fyrir börn og ungmenni með ADHD og eða einhverfu. Þannig að fyrsta skref var að leita til sérfræðingana og við áttum fund með ADHD-samtökunum og einhverfusamtökunum bara til þess að kanna þörfina fyrir hópinn hvort hún væri virkilega til staðar. Við höfum upplifað þetta svolítið hjá okkur í gegnum fjölda umsókna í Reykjadal.
En í þessu samtali þá fengum við mörg góð ráð og niðurstaðan var svo að við framkvæmdum könnun, bara settum út könnun á netið til þess að athuga hjá fjölskyldum og einstaklingunum sjálfum hvort að það væri áhugi fyrir slíkum sumarbúðum og svörin létu hreinlega ekki á sér standa. Niðurstaða könnunarinnar, hún sýndi okkur það að þörfin var svo sannarlega til staðar. Þannig að við þurftum bara að bretta upp ermar. Af því þarna erum við að tala að við vorum bara miðjan maí. Og það var alveg ljóst að við þurftum að vinna allan undirbúning ansi hratt. Við vorum búin að heyra af lausu húsnæði í Skagafirði, svo við brunuðum þangað og skoðuðum húsnæði sem var algjörlega tómt og svona lokuðum aðeins augunum og reyndum að sjá þetta fyrir okkur hvort þetta myndi ganga upp, en vorum heilluð af staðsetningunni og þeim möguleikum sem þetta svæði hafði upp á að bjóða. 2 vikum fyrir opnun þá tókum við þessu húsnæði sem var ennþá alveg galtómt og við í Reykjavík og þau húsnæði í rétt við Varmahlíð í Skagafirðinum. Og það var alveg vissulega áskorun, en það er bara partur á starfinu okkar í Reykjadal og það er bara ekkert ómögulegt. Við bara framkvæmum þetta og okkur tókst að vippa bara upp sumarbúðum með aðstoð frá fullt af frábæru fólki og við hefum aldrei getað án allar þessar aðstöðar sem við fengum úr alls konar áttum. Næsta skref þarna var að fara að auglýsa. Við vorum að auglýsa, við værum að fara að opna og vorum að auglýsa eftir mögulegum gestum sem vildu taka þátt í starfinu, auglýsa eftir starfsfólki og það gekk líka bara hratt og vel fyrir sig með góðu samstarfi. Það voru samtök sem voru aðstoða okkur við að auglýsa og reyna að ná sem bestri dreifingu á þessum auglýsingum. Og já, ég týndi mér aðeins, má það ekki hér eða? Já, ákveðlega. Já, en þarna þegar við erum að opna fyrir þessar umsóknir, það er í lok maí, þannig að þið sjáu hvað þetta gerist alveg gríðarlega hratt og umsóknarfresturinn til dæmis í sumardvölina var til 31. maí af því svo áttum við bara eftir að vinna úr umsóknunum og úthluta og opna bara helst þarna miðjan júní. Ráðningarnar á starfsfólkinu gengu bara ótrúlega vel. Það var mikið af ungu fólki sem vantaði vinnu vegna dóldis sem ekki var svolítið, það var eitthvað COVID-19 og það sóttu mun fleiri starf heldur en fengu. Við héldum 2 daga undirbúningsnámskeið fyrir starfsfólkið okkar og við erum með svona ákveðið starfsmannanámskeið í Reykjadal sem við notuðustum við bara til þess að undirbúa þau fyrir starfið vegna þess að við trúum því og vitum að góður undirbúningur og þjálfun á starfsfólki skiptir öllu máli fyrir fagleikann og í starfinu og þekkinguna. Þannig að námskeið skiptist í fyrirlestra, verklegar æfingar, stöðvavinnu, samtöl, hópefli, allt svona til þess að reyna að undirbúa okkur hvað allra best áður en við myndum opna þarna bara nokkrum dögum seinna. Svo var það 22. júní 2020, þá mætti fyrsti hópurinn í hús. Og það var eins og ég sagði áðan, það var innan við mánuði frá því að allur undirbúningurinn hófst. Og ég vil bara aftur segja, við erum alveg ofboðslega þakklát öllum þeim sem voru okkur innan handar og aðstoða okkur við að gera ævintýrabúðir Reykjadals mögulegar og þar sérstaklega hátíðasamtökunum sem veitt okkur margar góðar ráðleggingar. Sumarið 2020 þá vorum við með alls 6 dvalavikur í ævintýrabúðunum. En í Háholti eru gistipláss fyrir 12 einstaklinga í einu. Það er á einni myndinni, þeir eru búin að sjá húsið, er það ekki? Svona lítið, lítið sætt einbýlishús eða þannig. Sumarið 2020 þá voru komið til okkar 60 börn og ungmenni á aldrinum 8 til 18 ára og svo vorum við með þetta aftur núna í sumar og þá voru dvalarvikurnar orðnar 100. Vegna þess að það voru margir umsækjendur sem hefðu komið til okkar árið 2020 sem dvöldu síðan í 2 vikur 2021. Þannig að við fundum bara þessi 6 eða 7 daga dvöl var bara ekki nóg þess að upplifa all ævintýrin sem Skagafirðurinn hefur upp á að bjóða.
Já, við erum sem sagt með herbergi sem eru herbergispláss fyrir 12 og okkur finnst það bara ofsalega fín stærð fyrir þennan hóp. Hópandi megi ekki vera á stórir og það þarf að tryggja að öllum stuðningsþörfunum sé mætt og líka bara áreiti og fleira, þannig að okkur fannst þetta bara ótrúlega fín stærð af hópum. Og við notumst við sem sagt sömu hugmyndafræði við hópaniðurröðun, við erum að passa upp á aldur og reyna svolítið að rýna í umsóknirnar, heyra í foreldrum og finna svona máta þau svolítið inn í hópana til þess að, og þá eru alltaf með þessa vináttu í huga, að reyna að búa til eða tryggja að vinir séu saman eða búa til vináttusambönd og jafningja grundvöllur. Þá er það starfið sjálft. Við sem sagt vorum hann í Skagafirði og Skagafjörður hefur bara upp á alls konar ævintýri upp á að bjóða. Þar eru heitar náttúrulegar, ósnert náttúra, rífirafting, bóndabæir, Akureyri rétt hjá, Sauðárkrókur, Siglufjörður, Hofsós. Ég get talið upp endalaust af stöðum sem við fórum og heimsóttum og vorum að upplifa alls konar skemmtilega ævintýri. Við sem sagt byrjuðum öll alla daga á því að fara yfir svona valblað og það skiptir okkur máli að gestirnir okkar hafi eitthvað val, þannig að við sem að reyna svona að finna eitthvað fyrir áhuga hvers og eins, þannig að það skemmir kannski ekki líka upplifuninni þína ef þú bara vilt alls ekki fara á hestbak, þeir eru bara líka illa við hesta og þannig að það bara skemmi þá ekki alla dölina fyrir þeir að fara að kvíða fyrir því að þú þurfir að vera á hestbak. Þannig að við viljum alltaf hafa eitthvað val í boði fyrir okkar gesti. Á hverju kvöldi þá gerðum við dagskrá fyrir morgundaginn og starfsfólki okkar valdeldi gestina til að taka þátt í hugmyndavinnunni. Þannig vorum líka að fá þau að borðinu og koma með hugmyndir að því hvað er það sem ykkur langar til að gera. Og svo púsluðum við þessum ferðum inn í þessa dagskrá. Við fórum í sundlaugar, ég held við höfum farið í allar sundlaugar á svæðinu og það eru rosalega margar. Við fórum líka með alla hópa í sýndarveruleikaleiki á 1238 safninu á Sauðárkróki. Ég mæli sterklega með því að fara ef þið hafa ekki prófað. Þetta er bardagi sem maður tekur þátt í og svo fer maður að prófa alls konar sýndarveruleika. Við skoðum Kjarnaskóg, fórum í Jólahúsið, og við vorum með grillveislu í Kjarnaskógi eins og ég var að koma inn á. Og til þess að gera þetta alltaf möguleika þá tókum við að leigu 2 9 manna bíla og 1 5 manna bíl til að auðvelda aðgengi að allir afþreyingu. Af því að stundum fengum við bara hugmynd svona, okkur langaði bara að framkvæma hana svona. Þannig að það getur verið svolítið flókið stundum að fara að panta rútu og það þarf að skipuleggja eitthvað fram í tímann. Þannig að þessi bílar, þeir auðvelduðu okkur alveg afskaplega mikið að geta bara framkvæmt það sem okkur langaði til á hverju stundu og vera að ferðast. Við skreyttum bílana og vorum með tónlist og bílarnir voru ekki hvíldarstaður. Það lögðu mikla áherslu á það, við ætluðum bara á stuð og fjör og syngja og hlusta tónlist og skoða náttúruna í kringum okkur. En svo gerðum við líka samning við sundlaugin í Varmahlíð sem er 5 mínútna fjarlægð frá Háholti og þar var tekið ofta mót okkur í viku. Okkur fannst óbúslega gott að enda daginn á því að fara í sund. Áðurinn við fórum með kvöldmat, kannski búið að vera fullt í gangi, það fannst okkur voða gott að fara bara aðeins í sund eða jafnvel eftir kvöldmat, bara svona aðeins að ná okkur niður áður en við færum aftur að æsa liðið upp í kvöldvöku. En það var alltaf ótrúlega vel tekið á mót okkur þar. En já, hver dagur hann endar með kvöldvöku af því að þetta eru sumarbúðir, ævintýrabúðir og það er oft hápunktur dagsins. Vinsælast er að stríða starfsfólki. Ég hef svona reynt að stíleina það í starfinu að það sé innan velsamins marka en það er oft óþægilega nálægt línunni en samt það hefur enginn farið að gráta ennþá, það er bara sem betur fyrr en auðvitað er þetta skemmtilegt að drekka ógeðsdrykki og vera með einhverja áskoranir og ég var að skoða myndir í ákvað, láta hann ekki fylgja með, ég hefði kannski átt að gera það það var búin til pilsa úr einum starfsmanni, það var bara sett öll álegg á andliti á henni, bara steiktur laukur og tómatsósa og ég sagði bara guð minn góður en þetta er bara svona partur af hugmyndafluginni sem við erum að gera.
Svo vorum við að spila á gítar, grilla sykurpúða, spila, fara í leiki, bara allt þetta svona hefðbundna sumarbúðastarf. Sumarið 2021 þá endurtókum við leikinn og við höfðum töluvert meiri tíma til undirbúningsins og við nýttum okkur reynsluna frá sumrinu 2020 til að bæta starfið og gátum gefa okkur lengri tíma bara líka til þess að gera húsnæðið huggulegra og svona pæla aðeins í svona innviðunum inn í húsinu og laga þar sem betur hefði mátt fara. Af því að starfið í Háholti er bara enn í þróun og reynslan með hverju árinu sem við getum haldið úti þessari starfsemi, hún er ofsalega mikilvæg og við lærum alltaf eitthvað nýtt bara með hverju ári, þannig við náum þessari bestun einhvern tímann kannski eftir, ég veit það ekki, næsta ári, nei. Eins og staðan er í dag, þá vitum við ekki hvort við getum haldið úti ævintýrabúðum Reykjadals, en það er alveg fullljóst að við finnum fyrir mikilli þörf og munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að halda starfinu áfram. Bara einmitt vegna þarfarinnar og ánægjunnar sem hefur verið með starfið í ævintýrabúðum í Háholtinu, í Skagafirði. Í lokin þá langaði mig að segja ykkur aðeins, við sendum út þjónustukönnun í fyrra eftir sumarið til þeirra sem nýttu þjónustuna og bara líka til þess að gefa okkur betri mynd á þessu hvað það er sem vorum að gera vel, hvað hefur mátt betur gera og fleira. Og mér langaði bara svona rétt aðeins að fara yfir nokkur atriði sem komu fram í þessari þjónustukönnun. Við spurðum meðal annars hversu ánægt telur þú að barnið hafi verið með ævintýrabúðirnar og það voru tæplega 92% sem svöruðu mjög ánægð og 8% sem sögðu frekar ánægð og fleiri voru ekki svörin við þessari spurningu. Og það komu nokkrar athugasemdir þarna fyrir neðan þessa spurningu og mér langar bara að lesa það upp. Hann segir sjálfur að þetta hafi verið besta vika lífsins. Þarna var tekið á móti honum á sínum forsendum. Hann fekk að upplifa endalausa skemmtun. Hún var mjög kvíðin að fara en þegar ég sótti hana þá var það bara, ég er að fara aftur á næsta ári. Það var það fyrsta sem hún sagði áður en hún sagði hæ og þegar við keyrðum í burtu þá grét hún vegna þess að hún vildi ekki fara. Það segir allt sem segja þarf. Við spurðum líka hversu vel þú telur að það hafi komið við móts við þarfir barnsins þíns og það var 100% svörun á mjög vel, sem er mjög ánægjulegt. Og þar kemur einmitt fram líka að starfsfólk sýndi vinsemd og talaði við barnið mitt eins og jafningja. Það ríkti fullkomni skilningur á þörfum hennar. Barninu leiði vel, öruggur, skemmti sér og eignaðist vin. Fyrir barn eins og hann er það alls ekki sjálfgefið og til að skapa slíkt umhverfi þarf að sinna þörfum barnsins vel sem var gert. Samskipti við starfsfólk voru til fyrirmyndar. Mjög vel. Mér fannst líka svo frábært að það var hringt til þess að spyrjast fyrir og fá nánari upplýsingar þegar einhver var óljóst eða kom upp aðstæður sem þau vildi vita meiri upplýsingar um. Og svo verða seinasta, langar alveg að lesa þetta allt fyrir ykkur, á ég ekki bara nóg eftir tímanum mínum með það? Nei, þetta gefur ykkur kannski bara svolítið tónin í þessari svörun sem komu fram í þessari þjónustukönnun og auðvitað voru líka alveg ykkur atriði sem við betur mátti fara og ég ætla ekki að fara við það. Jú. En þetta er kannski svona það sem gefur okkur kannski svona þessi bestu mynd á hvað við vildum gera og það tókst og við erum bara mjög ánægð með það að þessi börn sem eru ofta á svipuðu staði í lífinu fá tækifæri til að kynnast og það sé bara borin virðing fyrir því. Já. Það var ein spurning að lokum, er eitthvað að lokum, það er þetta bjargaði sumrinu. Frábært framtak, við vonum innilega að slíkt úrræði verði aftur, ekki hægt að lýsa því hversu mikilvægt þetta er fyrir barnið og fjölskylduna. Vonum að öllu hjarta að sumarbúðirnar verði aftur í boði á næsta ári. Það er ómetanlegt fyrir börn með ADHD að fá að upplifa góða tíma og eiga góða minningar í sumarbúðum rétt eins og önnur börn.
Takk fyrir að veita barninu mínu bestu upplifun lífsins. Ég hefði látt að láta þetta vera nafnið á fyrirlesturinnum. Takk fyrir að veita barninu mínu bestu upplifun lífsins. En það voru svona nokkur atriði sem við máttum gera betur og það var snýra aðlað innviðum húsnæðisins og auðvitað eins og ég segi því við tókum við þessu með svona skömmum fyrirvara að þá tók það bara tíma að gera þetta aðeins huggulegra og við heitum miklum tíma í það núna fyrir sumarið 2021 og erum eiginlega bara orðið stolt af húsnæðinu og hvernig það er orðið að innan og svo er símasambandið þarna líka alveg agalegt. En öðru leyti bara frábær staðsetning og ótrúlega skemmtilegt verkefni og gaman að hafa haft tækifæri til þess að taka þátt í því og með öllu starfsfólkinu og fjölskyldum barnanna sem að koma til okkar. Einhverjar spurningar? Alveg örugglega? Eða spyrð þú að því kannski? Ég sé vön að taka stjórnina. Taka jobbið af mér. Einhverjar spurningar? Já, þú með spurningu, gjör svo. Voru sem sagt námskeiðin kynjaskipt? Eða var þetta blandað? Nei, þau voru blönduð. Þau voru blönduð. Nei, hann var að veifa, hann var ekki að Villi, gjör svo. Vilhjálmur, formaður. Þú sagðir að það væri einhver vafu með framhaldið, er það bara fjármagn almennt eða er það að missa húsnæði eða hvað er að gerast? Já, það bara snýr að mestu leyti fjármagn og en við bara eins og ég segi, við munum gera allt til þess að halda þess áfram. Við erum aðalega ánað hann í Skagafirði, húsnæðið hefur verið laust og ég hef ekki heyrt neitt annað en að þessi verði laust áfram og en við finnum það bara að þetta þarf að vera áfram í boði og við þurfum lengri tíma líka bara til þess að leyfa þess að þróast aðeins og finna bara ennþá betri leiðir í þetta því að þetta tekur alltaf tíma en bara vonandi. Kaupfélagið, nákvæmlega. Ég er með símanúmerið. Já, kaupfélagsstjórunum. Já, talaðu með eftir bara. Ég er með spurningu, hver er munurinn á búðunum í Skagafirði og Reykjadal í Mosó? Já, í sumarbúðirnar í Reykjadal koma börn með kannski meiri stuðningsþarfir. Þar erum við með kannski meiri betra aðgengi og erum með mikið af hreyfihömluðum börnum og bara börnum með meiri stuðningsþarfir. Þannig að það liggur megin munurinn. Þarna er spurning. Er það taka tíma? Gaman, ég held ég fengi engar spurningar. Já, blessu, það var flott þér, en ég er bara svo hugsi núna, komandi frá Íþróttasambandi fatlaðra á Special Olympics á Íslandi og fylgjast með ykkar frábæra starfi í Reykjadal og því sem þið eru að reyna að bregðast við með þessum sumarbúðum og þessi ráðstefna núna og fleira, maður allt í einu bara að hugsa að því við erum alveg á kafi í því núna og ég er að stýra verkefni sem heitir Inclusion Europe að einhvern veginn mainstream að koma krökkunum út allt og við erum að reyna að tala við sérsambönd, almenn félög, almenn íþróttafélög og bara einhvern veginn berið ábyrgð með okkur og við erum að reyna núna að taka sveitarfélögin með og þannig að það þurfi ekki þessi sérúrræði fyrir þau sem hafa verið í sérúrræðum. Og síðan erum við að upplifa það öll hérna og þið eru að bregðast við að það er að verða til bara sérúrræði út af því að íþróttahreyfingin og við kannski sem erum í þessum geira og tómstundum og fleira erum bara ekki að láta það virka að börn séu bara alls staðar með. Þannig mér finnst þetta ótrúlega athyglisvert sem er að koma fram. Mér finnst mjög miður að Lilja sé ekki hérna. Mér finnst þetta bara alveg ótrúlega merkið sem við erum að upplifa hérna á þessari ráðstefnu og hlýtur að vera mjög stór spurning bara til framtíðar vegna þess að það sem þið eru að gera er að bregðast við raunverulega nýjum hópi sem er að koma inn í sérúrræði af því þeim líður illa í þessum almennum úrræðum. Þannig bara, en til hamingju með verkefnið. Takk fyrir. Þetta var besta spurningin. Það var bara hrós. Já, ég sagði líka bara gott takk fyrir svar. Jæja, einhverju fleiri? Þá er komin tími á blóm og klapp. Þú sem takk fyrir mig. Takk fyrir. Já. Já, það voru allir að klappa. Þú varst að afhenda blómin. Athyglisbrestur kannski.
Já, ég hef komið nokkur sinnum í Reykjadal að skemmta með honum Felix mínum og það ólýsanlega gaman. Það eru uppáhaldsgiggin okkar og við vorum beðnir að koma nokkur sinnum í sumar en við komumst bara einu sinni því miður. En síðast erindi á dagskrá sestu leggstu hoppa húlla að styðjast við hund í vinnu með börnum. Gunnhildur Jakobsdóttir iðjuþjálfi frá æfingastöðinni. Gunnhildur, gjörðu svo vel. Hvað heitir þessi? Viltu hafa hljóminn og tryggja? Já, jú, kannski til öryggis. Ef allt er... Það var svolítið nálægt munninum. Ekki neitt. Skotta. Rigg. Hlustar hún. Herðu, já, komið sæl, ég heiti Gunnhildur. Þetta er kannski svona? Já, betra. Mitt, ef allt fer á stað. Og þetta er þjónustuhundurinn minn, hún Skotta. Og hún að koma í fyrsta skipti á svona ráðstefnu. Ég hef farið á nokkrar, en þetta er hennar fyrsta skipti, þannig að við ætlum að sjá hvernig þetta gengur. Já, hún er mjög sósíal. Og já, við ætlum að segja ykkur frá starfi okkar með börnum á æfingastöðinni, þar sem ég starfa sem iðjuþjálfi og styðst við hund í mínu starfi. En áður en ég geri það, kannski rétt að segja aðeins frá henni Skottu. Eins og þið sjáið, það er hún mjög skemmtileg og fjörug, 5 ára, flat-coated retriever tík. Hún er óbúslega kvik, getur verið mjög hvatvís. Hún sem betur fer hefur hún áhuga á mörgu, þannig að það er auðvelt að gera verkefni og þjálfun hennar árangursríka. Það er svona skemmtilegt, já, hún er rosalega félagslynd, eins og þið sjáið. Og það er oft mjög skemmtilegar umræður heima við borðið þegar maður ímyndum okkur að Skotta veri í 5. bekk, stelpa í 5. bekk í Langholtsskóla. Hún myndi tala alveg svakalega mikið inn í tímunum, ofboðslega jákvæð, hún er mjög truflandi fyrir kennslu, uppáhaldsstundin væri án efa frímínútur og íþróttir og ætti erfitt með að halda einbeitingu við borðvinnu og myndi taka eftir öllu sem færi fram í umhverfinu og myndi nefna það allt saman og finnast það merkilegt. Og það væri örugglega ekki auðvelt að fá hana til að hætta að gera eitthvað sem væri skemmtilegt. Og þetta er allt bara svona þættir sem gera hana akkúrat þennan góða kandidat sem hún er í vinnu sinni með börnum með mér. Þannig að þetta eru hennar svona styrkleika líka. Að því sögðu þá var ég bara mjög þakklát fyrir að standa ykkur mjög vel að láta eins og hún væri ekki og ekkert að veita henni svona athygli eða kjáa með hana með orðum eða augum og það er akkurat þetta viðmót sem við þurfum fyrir út í samfélaginu þegar við erum að mæta eins og leiðsögu og hjálparhundum sem að vonandi verða fleiri að við bara, þeir eru ekki til staðar svona vinnandi hundar, þannig að þetta er frábær æfing fyrir ykkur. Já, ég veit það, þetta er mjög erfitt og hún er náttúrulega ætluð til þess að fá athygli, þannig að þetta er já. Bara aðeins okkar bakgrunn, eftir að ég útskrifaðist frá Háskólanum á Akureyri sem iðjuþjálfi með meistaraprófi í heilbrigðisvísindum, þá fór ég í Lífvísindaháskólann í Noregi að læra íhlutun með aðstoð dýra og með fókus á hunda. Og Skotta eftir að náminu mínu lauk þar, þá fór hún í gegnum skapgeramat og verklegt próf og er vottuð sem þjónustu hundur og við erum svona vottateymi frá þeirri stofnun sem við lærðum hjá. Og svona skapgeramat, þar er verið að kanna hvort að hundurinn hafi þá eiginleika sem þarf til að vinna í svona vinnu. Það er að hann sé bara svona öruggur með sig, hann sé svona fyrirsjáanlega hegðun í breyttum aðstæðum og geti ráðið við krefjandi aðstæður sem vissulega getur verið og geti hafið þann svona hæfileika að geta skapa traust og öryggi með öðrum, það er bara að tengjast fólki. Og hún stóðst þetta allt saman og verklega prófið var svo hvort að færnin sem ég var búin að þjálfa hana í
hafi skilað sér og hún stóðst það líka, eða við stóðumst verklega prófið, en hún bara skapgerði mati. Og við vinnum á æfingastöðinni, hún með mér 3 daga vikunar og störfum eftir leyfi frá heilbrigðiseftirlitinu. Já, einmitt. Aðeins æfingastöðina, fyrir þau sem ekki þekkja hana, þarna fer fram iðju- og sjúkraþjálfun barna og ungmenna upp á 18 ára, svona mestu, og við störfum á samningi við Sjúkratryggingar Íslands, þannig að öll vinna hefst með læknisbeiðni. Við vinnum í nánu samstarfi, fjölskyldur og börnin og erum að meta þörf á íhlutun og hún getur farið fram bæði í húsnæði æfingastöðvarinnar sem bæði Hálendisbraut og Strandgötu í Hafnarfirði þar sem við erum með starfsstöð við Skotta og svo getur hún líka farið fram í nærumhverfi barnanna, í skólum, í frístund og fleiri stöðum. Og við ýmist gerum þetta í gegnum beinaþjálfun eða ráðgjöf. Við öflum upplýsingar frá barninum, foreldrum og öðrum sem tengist barninu og notum þá þær upplýsingar við að gera markmið. En svona yfirlýst markmið æfingastöðvarinnar er að efla þátttöku og þannig hafa jákvæð áhrif á lífsgæði barna. Og þarna er einstaklingsþjálfun og mjög fjölbreytt hópaþjálfun og í fjöldamarga ár hefur verið þarna sjúkraþjálfun á Hestbaki og hún Guðbjörg Eggertsdóttir barnasjúkraþjálfari sem leiði það starf og fyrir ári síðan þá kom Skotta í vinnuna með mér, þannig að það er búið að vera í 1 ár núna í þessu mánuði. En íhlutun með aðstoð dýra er á ensku Animal Assisted Interventions og það hefur það markmið, svona heildarmarkmið er að hafa jákvæð áhrif á heilsu í víðum skilningi og þannig er stuðst við dýr sem nokkurs konar hvata til þátttöku í verkefnum í íhlutuninni og í breiðum skilningi má svona skilgreina íhlutunina að það er bara hvert það starfsemi sem felur í sér að dýri sé hluti af formlegu íhlutunarferli. Og eins og með bara aðra íhlutun þá bara fyrir lengd og tíðni bara eftir þörfum og en þetta er allt saman skráð og metið og metið hverju sinni hvort þetta eigi við. Það er alls ekki þannig að Skotta komi í alla vinnu með mér. Hundar eru algengasta dýrategundin sem notuð í þetta. Hún er bara bæði vegna þess að þetta er svona frekar auðtamin dýr. Þau eru náttúrulega ræktuð til þess að fylgja okkur manninum og við erum búin að ná ákveðnu bara frábæri færni við að þjálfa þessa tegundu upp og það er auðvelt að fá það og hirða það, annað en kannski hesta eða eitthvað svona stærri dýr. Þannig að þetta er mjög vinsælasta tegundin innan þessara íhlutunar með aðstoð dýra. Og það hefur færst í vöxt á síðustu 2 áratugum að styðjast við þetta jákvæða áhrif sem samskipti manna og dýra hafa í vinnu með fólki. Og þetta er orðið þekkt meðferðarform bæði á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum sem voru svona brautryðjendur í Bandaríkjunum og þetta er orðið nám á háskólastigi víða og líka bara í öðrum skólum, ekki bara í háskólastigi. Og þessi jákvæðu áhrif, af hverju erum við að þessu, af hverju erum við að styðjast við dýr í meðferðum. Síðastliðin 50 ár hefur verið þessi sívaxandi áhugi á meðal almennings og innan fræðiheimsins á þeim jákvæðu áhrifum sem þessi samskipti manna og dýra leiða af sér. Dýr geta haft jákvæð lífeðlisleg áhrif á bara líkamsstarfsemina, það hægir á hjartslættinum, það hækkar líkamshitann og róar okkur. Það getur verið hvati í leik og starfi og geta styrkt og örvað samskipti. Við vitum það, við sem höfum labbað með hund í taum í hverfin okkar, að maður fær meiri athygli og verður þekkir meira umhverfið og nágrannaðina þannig að þetta hefur örvandi áhrif á samskipti. Og ýtir undir umhyggju og samkennd og líka haft jákvæð áhrif á sjálfsálit og valdeflingu og þetta er bara svona það sem að rannsóknir hafa verið að sýna. Og í dag er staðan sú að þetta er orðið ansi vinsælt að vinna með fólki í íhlutun innan á breiðum vettvangi og það er innan heilbrigðis, menntunar og félagsgeirans. Og rannsóknir hafa sýnt að þetta ýtir undir árangur íhlutunarinnar. Og ég var nú ekkert að koma með einhverja rannsóknar glærur það, en það er mjög mikið rannsóknir sem hægt er að skoða þetta.
Og fyrir utan það náttúrulega þurfum við svolítið með því að hafa dýr hérna í meðferðinni, þurfum við að brjóta upp þetta hefðbundna umhverfi og aðstæður sem að svona íhlutun fer oftast fram í. Og hérna börnin fá svona mikið hlutverk þegar hundurinn er þarna og þetta flýtir mjög fyrir svona að skapi góð meðferðartengsl við hérna, eins og í mínu tilviki við mig og börnin, að það verður mun fljótara og við getum mun fyrr farið að fara að vinna að einhverju heldur en að reyna hérna, heldur en áður. Já. Hér ætla ég bara að sýna ykkur aðeins að íhlutun með aðstoð dýra hefur verið skipt niður í svona 3 flokka og hérna út frá kennslu, þjálfun og afþreyingu með aðstoð dýra og munurinn þarna felst í bara bakgrunni viðkomandi aðila sem er með hundinn. Undir þjálfun með aðstoð dýra þar falla fagstéttir hérna innan heilbrigðis- og félagsmála eins og ég, iðjuþjálfi, sjúkraþjálfarar, talmeinafræðingar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, þetta er allt fagstéttir sem voru með mér í námi út í Noregi. Og svo í síðasta flokknum afþreyingu með aðstoð dýra, þarna eru svona sjálfboðaliðar sem hafa þjálfa hundi sinni að koma í heimsóknir, til dæmis til að rjúfa félagslega einangrun eða gera dagamun eða leyfa börnum að lesa fyrir hund, það er verkefni hér á landi. Og þessir hundar hafa hlotið þjálfun en ekki jafn viðamikla á svona þjónustuhundar eins og skotta er. Og þetta er bara, ég setti skilgreiningarnar upp af því að þetta er svona meira og meira festir í sessi, þetta er svona frekar ungt fag, þannig að þetta eru svona að vera að reyna að búa til þetta sameiginlega tungutak þegar við erum að skoða rannsóknir og þá myndið þið fletta upp animal assisted interventionir. Og hérna líka bara við séum að tala um sama hlutin. Og önnur svona fræðandi glæra praktísk mál tengdum við íhlutum með aðstoð dýra. Þegar fagaðilin eins og ég er með skottu, þá er okkar form þessi þríhyrningur hérna, þar sem að ég stýri hundinum, en svo er líka hægt að fagaðilin, hinn konan í kjólnum er ekki með hund og þá er hægt að vera með þetta tigglaform. Þá erum við að útfæra þjónustuna til annarra aðila og þá stýrir sá fagaðili í hlutuninni og er í samskipti við skjólstæðinginn og þjálfarinn stýrir þá hundinum miðað við hvað fagaðilinn vill að sé gert. Þannig að þetta form er líka til, þetta er bara tímafrekara og náttúrulega dýrara og þarf meiri skriffinnsku og svona en algjörlega hægt og er stuðstuð úti. Og það var með mér í náminu til dæmis fólk sem er það bara aðstoða fólk með hund en ekki fagfólk. Já, og ég er með nokkuð vídeó sem ég ætlaði að sýna ykkur og vona að það heppnist vel. Það er ekki að sýna mér hvað gerist nú, tæknamaðurinn hérna. Það var ekki í maður var ekki kominn. Þetta er fyrsta myndbandi. Þetta er semst mottan sem kom með okkur. Þetta er hennar staður og þarna tek ég á móti börnunum í Hafnarfirði og hún er yfirleitt bara á móttunni, er alltaf á móttunni þegar ég tek á móti börnunum. Þannig að þetta er mjög svona agað umhverfi og börnin bara hengja upp á sér og koma sér fyrir og skoða aðstöðuna. Ef þeir eru að koma í fyrsta skipti þá bíður skotta á meðan. Og og svo bara, nei, byrjum við, það var, ok, gerum þetta bara samt. Þarna eru þau farin í keilu og þetta er bara dæmi æfingar sem við erum að gera. Og þetta reynir á að telja, þetta reynir á samhæfingu, skiptast á að gera og reikning náttúrulega og svo sækirskotta, boltan. Já, þetta er dóttir mín, þetta er ekki með leyfi. Já, svo er þetta æfing sem heitir klapp, þá leggur hún höfuðið í kjöltu og þetta eru svona í viðtalsaðstæðum sem við notum.
við erum að afla upplýsinga, þeir eru að svara spurningalistum, eða slíkt þarna hún að leggja höfuð á þennan klút. Og þennan klút er svo hægt að staðsetja á mismunandi stöðum, hérna, þú veist, á öxl, já, bara eftir hvað þarf. Og þarna gefst oft mjög gott tækifæri til að, geta setið lengur þarna og fengið upplýsingar heldur en áður. Þarna er ég búin að lita kóða verkefni, það er blátt verkefni, gult og rautt, eða gul, blá og rauð mappa og af skemmtilegum verkefnum sem þarf að vinna í og Skotta fær að velja. Þannig að þarna velur hún rauðu möppuna og þá tökum við upp rauðu möppuna og vinnum verkefni sem eru þar í þeirri möppu. Og þeim finnst þetta mjög spennandi og þau hafa krakkarnir klára bara 3. Já, þarna hafa komið á Skotta að gera. Þannig að og svo þarf að skrá það niður og nú er þetta að koma mjög advanced hjá okkur, við erum komið með töflu sko, mjög flott. Svo er þetta inn í skólastofun okkar eða stofun okkar, þar eru önnur mátta sem hún liggur á meðan að barnið er að gera alls konar verkefni. Þarna til dæmis er hún Hildilóa að skrifa á blöð skipanir og klippa það út og svo hún er búin að velja hvaða skipanir sem er svona lista af skipanir sem Skotta kann hvað á að gera og búa til þrautabraut og þá er það nummer 1 þetta, nummer 2 og nummer 3 og hún er rauðuninn. Og þarna vorum við búin að koma fyrir nammi í svona alls konar boxum sem hafa bara sambending handa, styrk og bara beiting og telja. Þarna erum við kannski með 5 skipanir, þá þarf að 5 nammi ef við ætlum eina umferð í þrautabrautinni. Ef við ætlum með 2, þá þurfum að margfalda með 2. Skotta nota hugurorkuna og telja í huganum hvað hún er að fara að fá mörg nammi. Og svo er þetta tilbúið og þá erum við svona lítinn, oft með svona lítið belti utan sig með svona vasa þar sem að nammið er að fer í og svo er bara að fara eins og herforingjar inn í sal þar sem að þrautabrautin er byrjuð. Og oft eru þið búin að teikna líka þrautabrautinu upp og búin að velja, við erum búin að ákveða hversu marga, hvaða röð, hvert og eitt, bara svona röðan skipulag og svo förum við inn, setjum hana upp og förum í gegnum þetta. Þannig er það að byrja, þetta heitir húlla. Og þarna þarf hann að hlusta Skotta og það þarf að vera frekar skýr, þetta tekur langan tíma fyrir þau mörg að vilja oft koma bara með skipanættar í langri bunu, bara hoppa, húlla, hoppa, sitta og hún bara veit ekkert hvað er að tala um. Þá þurfum við að tala hvað við þurfum að snúa að henni, við þurfum að ná athyglinni hennar og segja eina skipun í einu og er hún að hlusta núna, hvar er hún og þetta æfa þau. Og þetta er dansa, nei ég var ekki að segja þér það, hún að dansa og svo fer hún í gegn. Og mjög mikilvægt að ég hafði þessar sjónrænu vísbendingar, þessar mottur fyrir alla krakkana til þess að hjálpa þeim. Þetta er náttúrulega mjög, þetta er bara mjög flókið atriði að fara í gegnum þessa þrautabraut og þarna var hún að klárast þessi braut. Þetta getur verið bara bein, þarna væri bara til að sýna ykkur, já, þetta er komið? Nei, motta. Og þá hjálpar það mér. Já, og þetta er bara svona hluti af því sem við erum að gera hana, það sem hún er að gera. Já, og við erum búin að starfa saman í 1 ár og þetta er búin að vera virkilega skemmtilegt og árangursríkt. Ég kom mjög vel undirbúin úr náminu og það er svona grunnurinn að því að það sé hægt að gera þetta á farsælan hátt er að þú hafir þessa þekkingu. Það er ekki nóg að hundurinn sé góður, þú þarft að
hafa þennan fræðilega bakgrunn og allt sem að, þú veist, í náminu ert að læra á velferð dýra, þú ert að læra hvernig tjáningið þeirra hvernig dýr læra, hvernig þú skipuleggur íhlutunina, þannig að þetta er mjög mikilvægur þáttur í þessu. Og það er rosalega mismunandi hvort að börnin sýninni áhuga, sýninni eiginlega flest áhuga, en það eru sum sem sýninni takmarkaðri áhuga og þá er hún bara til staðar og er á svona fletirinn sínum. Komið ljós seinna að þetta var motta og það er náttúrulega rýma við skotta og sumir að kalla hana mottu, það er mjög krútlegt og hún hlýði því líka alveg. En þá er hún bara á mottinu sinni og meðan við vinnum og önnur vilja hafa hana í öllu, bara í öllum verkefnum með að tengjast henni og svo getur hún líka verið sem ákveðin svona að þegar við erum búin að vinna þá býður okkar að gera eitthvað skemmtilegt með skottu. Þannig að það er þetta styðast við hana á mjög fjölbreyttan hátt. Eins og ég sagði áðan þá koma mörg með bara margar skipanir í einu og skilja ekkert í henni og hún skilur ekkert í þeim að hún skuli ekki gera þetta sem þau eru að biðja og það gefur frábært tækifæri til speglunar, þú veist, hvernig líður akkur ætli hún gerir þetta ekki, akkur ætli hún láti svona því að stundum bara giskar hún þegar hún skilur ekki hvað þau eru að biðja um, að því það eru kannski 5 skipanir og allar hendur og báðar hendur út í loft. Og þá getum við bara svona dýrmætt tækifæri til þess að ræða bara af hverju hún ekki að gera það sem að þú vilt að hún geri og kannski skilur hún það ekki einmitt og af hverju ætli hún skilur þetta ekki og hvernig líður þér þegar þú biður að gera eitthvað og þú skilur það ekki og þá eru svona umræður það og það er einmitt þegar maður lýsir að þú verður að snúa að henni og þegar þú ert að tala við hana því annars veit hún ekki þú ert að tala við hana. Ég veit. Og bara skilja það bara mjög vel þegar þau lenda í því sko. Og já, þannig að einmitt erum að tala mikið við þess að snúa að og svo hinum megin að hlusta og horfa þegar einhver er að tala við okkur. Þau þurfa að sýna oft mjög mikla þolinmæði af því að eins og ég segi þau eru mjög ólík og eru ólíkar raddirnar þeirra og ólíkar líkamstjáningin þeirra, þannig hún þarf að læra á hvert og eitt barn, hún er ekkert eitthvað tæki sem hún bara kveikir á og ítur að taka, hún þarf að kynnast þeim og skilja þessar skipanir og bendingar. Og eftir svoleiðis daga þá verður hún oft rosalega þreytt og við sjáum það, hún byrjar að gispa og aðeins bara leggst niður og þá getum við talað hvað er erfitt þegar maður er að læra svona mikið og henni finnst best eftir svoleiðis dag og við gerum það alltaf, er að fara út að hlaupa og synda. Við förum alltaf bara beint eftir vinnu í bílinn og á opið svæði í Hafnarfirði þar sem að hún hreyfir sig og þannig hvílist hún. Og þannig að þetta er alveg bara mjög mikil speglun eins og þið getið ímyndað ykkur með þessum börnum okkar. Já, mín reynsla bara af því að styðjast við hund í hlutun er algjörlega svo að áhugi barnanna hefur alveg er meiri og mikill. Þau eru með lengra úthald, þetta er eins og í mottunum litakóðu, ég er 1 til 2 möppur þar, mottur sem eru möppur, eru alveg nóg fyrir tíman. En þau hafa alveg klárað og það er eitthvað sem ég hef ekki ætlað en þá bara ekki að láta hana velja síðustu og það bara ok, og að gera það og þá bara förum við og þau alveg maxa verkefni tímans, krakkarnir og úthaldið þess þá, já. Þannig að það er svona ítrundu þáttöku og ánægju í tímanum og reglulega náttúrulega fara krakkarnir annarkvort verða þau útskrifuð eða þau fara í smá pásu, ég tek þetta í smá lótum svolítið eða við upp á einhver stöð. Og þegar þau eru í pásu, að því ég er í Hafnarfirði og þeirra heimasvæði, það hefur ekki gerst einu sinni og ekki tvisvar, þetta er oftar, að þau banka á gluggann hjá mér eða koma við á leiðin í skólan eða leiðin í frístund og segast þurfa bráðum bara að fá nýjan tíma. Og þá kannski spurði ég einn daginn og bara ok, og hvað þurfum við þá að gera í þeim, hvað ætlum við að æfa þá? Ég var ekki alveg komið með skriftina þannig sem við vorum að gera. Þannig að það er svona lykilinn þeirra inn í tímana sko. Þannig sem ég efast að þau myndi biðja mig ef hún væri ekki til staðar. Þannig að og þetta einstaka, þannig að áhugin meiri, þáttakan meiri og ekki síst þetta tækifæri til að spegla. Þannig að það var svo sem ekki meira sem að ég ætlaði að segja frá. Þetta er bara að því við erum alltaf að pæla í yfirfærslunni, að því að við erum ekkert búin að rannsaka þetta hjá okkur, þetta er rannsakan, en þetta er bara dæmi tölvupóst sem ég fékk frá foreldri þar sem þeim fyndist að já, bara smá umsögn hlutverk skottu og árangur. Já.
Þannig að bara endilega ef það eru spurningar eða eitthvað. Já, einhverja spurningar? Jú, hún fær minni kvöldmatt. Hver var spurningin? Hvort hún var ekki pakksött eftir hvern dag. En hún, jú, það er alveg hérna. Hún er alltaf hana vel, en það minnkar ekkert matalistin samt, sko. Takk fyrir. Eru fleiri sem þú þekkir til sem eru að notfæra sér hund í starfi? Já, ég veit til þess að það eru fleiri hundar til staðar í svona þjálfunar aðstæðum, eða sem það hefur verið að vinna með fólki, en ekki jafn markvisst og þetta. Ég held að það sé engin hundur sem að, hann er þá meira til staðar, sem er þá meira í anda, afþreyingu með aðstoð dýra, eins og sjálfboðaliða hundarnir. Þeir eru alveg húsum hæfir, en það er engin annar sem er vottaður og engin sem starfa með leyfi heilbrigðiseftirlitsins inn á svona stofnun. En allir rauðkrosshundarnir sem að fara í heimsóknir, þeir eru með leyfi, sko. En það er náttúrulega ekki íhlutun, heldur meira svona afþreying, já. Líka lestrarhundar? Lestrarhundar, sama, er ekki kennarar með þá, heldur eru að hlusta og þeir eru með afþreyingin. Það er alveg nóg af þeim og frábær verkefni í gangi. Og líka bara inn á elliheimilum nú orðið? Já. Mikið dýrum? Mjög. Þannig að þetta er alltaf Hrannar er með spurningu? Þegar þú varst að lýsa skottu hérna upphafi, þá kannaðist ég nú sjálfsagt við flest hjá ADHD-samtökunum við lýsinguna. Er hún með greiningu? Hún er ekki með greiningu, en það væri mjög áhugavert, en við bara gefum okkur það. Og hennar tegundar, þessi tegund, ef þú lest tegundalýsinguna, þá ertu bara að lesa eitthvað texta inn á adhd.is. Það er alveg þannig. En eins og allir með ADHD er mjög greind. Og ofboðslega greind. Já. En hún þurfti bara tíma, hún var 4 ára þegar við byrjum að vinna og oft eru þessu hundar í svona starfi eins og hjálparhundarnir, þeir eru yfirleitt við 2 ára aldur, en hún Og hún er hundurinn þinn? Hún er mín, já, hún er mín. Já, bara einn spurningu, er alveg bannað að klappa henni? Það er rosa... Ég er sveitt að halda stjórn hérna. Hún er alveg svoleiðis. Hún er bara að horfa með allan tíma líka. Já, klapp fyrir henni er að einhver flæðir upp hana, þá svarar hún með flæðri, sko. Ég til í það. Það er sleppin aður. Og svo eru veitingar hana, hún veit nákvæmlega þeim. Já. Þannig að við höldum okkur við augununa. Hundar vita hvar maturinn er. Já, sko þetta veit það. Er fleiri spurningar? Nei, jú, Vilhjálmur, gjörðu svo vel. Af því ég er með athyglisbrest var það tilviljun að stúlkan og hundurinn felldu bæði eða skildu eftir 3 keilur. Já. Hann er búin að hugsa þetta núna alveg í korter. Þá gefum við henni gott klapp og þú fær blóm. En hvað, erum við ekki með neitt að skottu? Það er ofboðslega glöð með rústingi. Heyrðu þau sko það? Það er bara hálft samt. Bara að gefa þeim báðum gott klapp aftur. Heyrðu, þá er komið á lokum. Hérna stendur samantekt og málþingsslit. Er það ég sem hafa saman? Já, mín samantekt er rosa einföld, sko. Þróttur er besta íþróttafélagið, Hafnarfjörður er besti hundabærinn, Reykjanesbær með besta leikskólan og alltaf sól í Skagafirði. Þetta er svona það sem ég er búinn að taka frá þessum degi. Varstu að slökkva á honum? Já, ok. Ekki bara gera þetta saman? Jú. Sko, ég blæraði eitthvað upp af veginn, það er náttúrulega löngu gleymt. Lilja Dögg talaði ýmislegt, meðal annars tilraun út í Vestmannaeyjum, þar sem á að svona vinna markvisst með íþróttastarf inn í skólastarfinu. Það rímar dálítið við það sem kom fram seinna. Eftir því kom Bóas með afar svona umfangsmikla pælingar í kringum það sem leiddi til þess að námskeiði 10 var búið til. Og
Hvað kom á eftir því? Það var sem sagt, það varst þú, ekki? Ha, á eftir Bóasi? Nei. Nei, það var... Já, jappið, alveg verið. Það var þetta athyglisvert að Skógarás. Þetta er verið að snert á sömu hlutum náttúrulega að hérna taka hreyfinguna inn í menntununa, inn í starfið, en þarna er farið neðar í aldri. Og ég reynda velti fyrir mér, sko, aukinn hreyfiþroski, já, en svo kom upp spurning í lokinu varðandi hérna, hvað var það, hérna, hvað var sagt í lokinu spurningunum? Að vera áhersla í einhverju leikskólum og... Málþroska, þakka yfir. Já, það talaði einhvers þá, sko. Já, ég vissi það. Talþroski. Ég er bara veltaði fyrir mig, sko, hvernig er þá talþroskin ykkar megin? Ef að þið eruð ekki sérstaklega að leggja áherslu á þetta eins og aðrir skólar, en er það kannski, kemur það bara samhliða með allir hinn í vinnunni? Já, samhliða, já. Ég ætla ekki að láta það mikrofónum. Það er bara endurtaka þetta. Og þá komst þú og last upp úr stórskemmtilegri bók, segist ekki verið með ADHD og skálda samt sögu með eitthvað lunga dreng. Ég gleymdi að segja, Árdís las hann yfir fyrir mig til að ganga úr skugga það að væri allt rétt. Hún er örugglega verið mjög snöggaði og sagt allan áran. Já, hún reyndar hætti þegar hún var 10 blaðsir eftir og fattaði það daginn eftir og hún var ekki búinn. Já, meina, þetta er eins og bókur sem hún gleymdi. Já, ég kannast um máli. Svo fengum við kaffi og með því. Og síðan kom hvað, það var hérna... Síðan var það ævintýrabúðir. Já, ævintýrabúðir, mjög skemmtileg samantekt. Ég bara dáist að þessari hérna aðferðafræði sem þið kynntust þarna í Svíþjóð og láta svo bara vaða hérna heima. Ég myndi vilja sjá ýmislegt gert til þess að viðhalda þessu og styrkja þetta. Og í spurningunum, þá einmitt var þið kastað fram hvort að svona hlutir ætti ekki líka bara hreinlega að vera partur af þessu almenna íþróttastarfi. Auðvitað. Íþróttastarfið og tómstundastarfið, sérstaklega hjá börnum, en líka kannski fullum, en hjá börnum og hérna ungmennum. Þetta á alltaf tengjast skólanum. Ég meina, barnið er í skólanum og kannski tómstundastarfi 1/3 af deginum, ef ekki meira. Og auðvitað átt að alltaf vinna betur saman og taka fyrr inn í og opna eins mikið fyrir það að allir fá að vera með. Og svo náttúrulega mann gunni ekki neitt vegna þess að næst kom hundur. Já. Þú þekkir vísuna það ekki? Hæ? Þú þekkir vísuna? Nei. ADHD er út allt er að verða vitlaust. Settur ykkur út allt, nei, sko, þetta er hundur. Mjög athyglisvert að fylgjast með hvernig hægt er að vinna, nota dýr með börnum á ýmsan máta. Það sem að hérna, börnin halda meiri athygli, eða sá sem við verðum að vinna með, það skiptir svo sem máli. Og hérna, ég finnst bara mjög athyglisvert þetta þér. Manstu vísuna? Allir með ADHD og nei hundur. Já, hún er orðin fast í mig núna, sko, en ég þurfti alltaf að semja henni hvert skipti fyrir þetta síðustu línuna. Já. Nei, sko, þetta er hund. Heyrðu, ef ekki bara þakka fyrir. Jú, mér langar bara að segja, hérna, að bara hvetja ykkur öll áfram, bara frá mínu sjónarhóli hafa ótrúlegustu hlutir gerst á mjög skömmum tíma. Þú veist, ég man alveg eftir þegar að, þú veist, já, hann er með ADHD og hvíslað bara eins og það var einhver skömm. Og núna skamma sín vonandi sem fæstir fyrir, og þetta er bara eðlilegt og þá er hægt að díla við það og þið eru fólki sem er að díla við það og ég bara dáist að ykkur öllum og bara, minnst leiðilegt að enginn skildi vera hérna frá ráðuneytinu allan tíman. Þetta skiptir rosalega máli. Það er sama þegar ég hef haldið ráðstefnur barnabækur, kemur aldrei neitt frá pólitíkinni. Þannig að það er voða gaman að hrópa halleluja fyrir framann sinn eigin kór, en þetta á að hvetja ykkur áfram og ég bara, mér finnst þið stórkostlega öll sem vel. Takk fyrir þessu. Skal segja það hérna. Já, klappiði bara. Bara frá því að ég kom í stjórn félagsins 10 árum og þá byrjuðum við rétt þar á undan að byrja að vinna þessu. Við erum að vinna eftir svona cirka 20 ára plani og hálfum með það. Já. Vitundavakningin er núna á fullu ferð upp á við. En þú færir líka blóm. Takk fyrir að stjórna málþinginu. Ég þakka ekki öllum hinum fyrir að koma eða hlusta á netinu og öllum fyrirlesurunum. Ég er að gleyma einhverju. Já, ég ætla svona að minnast þess að Páll Magnússon, þetta ekki, hét, skildi við fyrir ekki svo löngu síðan. Hann kom mikið að málefnum ADHD. En þau orð ætla ekki að vera lengri. Takk fyrir. Hehehe